Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldu mitt sumar. Nú klukkan 7 og þá ætti að vera fréttir á RÚV, en það er ekki fréttir á RÚV, en það eru fréttir á Samstöðinni og hérna er María Lilja og Sigurjón Magnús sem ætla að segja með mig fréttirnar. Við ætlum að byrja á, ég veit ekki hvort þessi frétt dagsins, að það var fundur í utanríkismálanefnd sem að stjórnarandstaðan krafðist. Við erum með hérna eina frétt af því, tekið af MBL, stefnir lóðbeint með þjóðina inn í ESB. Það er Sigurður Ingi sem að segja þetta, við kannski fáum þá mynd upp. Hérna heldur hann sé að segja nákvæmlega frá því hvað hann er að hugsa, heldur hann sé ekki að skreita þetta eitthvað heldur það ekki? Já, ég veit ekki. Það er ljóst að þessi heimsókn vondilega, hún kemur illa við ansi marga, ekki bara stjórnarandstöðuna, heldur líka mikið af fólki sem hefur svona verið á sömu línu og hérna ríkisstjórnin. Bæði vegna Evrópusambandsins en svo líka auðvitað vegna Gaza og afstöðu hennar svona til. Stjórnarandstaðan var ekki að biðja fund út á því. Hún telur að þessi heimsókn sé svona limskulegt bragð til þess að tróða þjóðinni inn í ESB bakdýramein. Já, það er málið. Og sem er þvert á stjórnarsáttmálan og allar orðræður. Það eigið þjóðinni að fá að kjósa hvort við að byrja aftur. Það má helst skilja á stjórnarandstöðunni að hún vilja að þjóðin fá að kjósa hvort að Ursula von der Leyen komi til Íslands. Svona eftir á. Það er eiginlega svindl að þessi verið að bjóða henni hingað. Já, eins og þetta, Sigmundur Davíð, hann notar þetta líka, þetta var orðalega að tróða þjóðinni inn í ESB. Þetta er mjög sett að vera enn aftur svona veikleiki stjórnarandstöðunar. Hvernig voru í þinginu og töpuð á þessu öllu saman. Og þetta, við vitum, þetta er lifandi spull í fólkinu. Það er búið að lofa okkur hínu að við fáum að kjósa hvort að eigi að byrja samningaviðræður. Já, það var að gerast fyrir árið 2027, eða gæti verið árinu 2027 eða fyrr, segir. Ég er svona svolítið grunum að ríkisstjórnin sé að kanna það. Hvort það væri kannski þetta að flýta þessu. Já, það getur vel verið, sko. Þannig að það er svolítið skammur tími ef þú ætlar að kjósa 2027 og svo verður kosið til þings 2028. Já. Ég held að ef maður myndi metja þetta út frá hagsmunum Viðreisnar og Samfylkingarinnar, kannski síður Flokks fólksins, að þá held ég að væri ekki þetta vitlaust að er kannski kosið, ég veit ekki, það er náttúrulega sveitarstjórnarkosningar næsta ári. Já, svo það, já. Það er ekki samhliða bara. Er það ekki alltaf svolítið óvinsælt á Íslandi að blanda saman? Jú. Ég veit ekki, ég held að það sé eitthvað svona pæling í þessu og kannski er það sem að stjórnarandstaðan finnur að ríkisstjórnin telur sig hafa eitthvað svona meðbyr og hún getur jáfnvel flýtt þessu máli og þau eru að reyna að peksa eitthvað yfir því. Svo virðist hafa svona strókið svolítið öfugt að vondarlegin fullyrti að umsóknin væri í fullu gildi, eitthvað sem átt að draga úr taka úr sambandi bara þarna 2005. Sem ætti ekki að koma neinum á óvart vegna þess að Sigmundur Davíð segir bréf bara persónulega þetta, sko. En ekki formlega, bara persónulega. Það hefur komið fram margsinnis að Evrópusambandi lítur svo á að umsóknin sé í fullu gildi. Eina sem hafi verið gert er að Ísland var tekið af lista yfir umsóknaríki, en umsóknin er í fullu gildi, þannig að það er bara að kveikja á henni aftur og þá verður að halda áfram með þetta og þá verður að fara að afgreiða þarna landbúnaðarmálin og sjávarútvegsmálin sem að stóðu út af. En af hverju kemur þetta stjórnarandstöðunni svona óvart að þessir Evrópuflokkar þeir hafi og séu í viðræðum með Evrópusambandið? Þetta er svona auka fréttir. Það er búið að lofa okkur því að við fáum að kjósa hvort við viljum að það byrji. Svolítið er það. En þeim er svo brátt úr brók að þeir geta ekkert, þeir er búin að fara svo illa út úr síðustu vikur að þetta er bara haldreipi. Þetta er bara populismi. Þau eru kannski að nota það sem að Davíð sagði hérna þegar hann var í stjórnarandstöðu í borginni 78 til 82 að vera móti öllum málum alveg saman hvort maður sem sammálaðum í raun eða ekki. Bara að andmæla öllu, hægt og bítandi að grafa undan stjórnvöldum. Þannig að fólk fái svona tilfinningunni að stjórnvöld séu alltaf að gera ykkur af alvaða vitleysu. Til dæmis sagði Davíð þá ekki að byggja á sprungusvæðinu við Rauðavatn og þar er vinnustæðin hans í dag. En þessi vann kosningarnar á þessu. Herðu, María, þú nefndir hérna Gaza. Já. Önnur frétt sem eru með, það eru skutu og mannfjölda sem beið eftir afhendingu hjálpargagna. Já,
RÚV segir frá þessu í dag. Þetta er eitthvað sem að gerist á hverju minnsta degi, þetta er einhvern veginn, og ljótt að segja það, ekki einhvern veginn fréttir. Þetta er bara orðin hluti að tilverunni einhvern veginn sem er bara mjög skelfileg staðreynd. Það er aðra frétt hérna, 19 dóur hungri á Gaza síðasta sólarhringinn. Það er frétt sem við erum með. Já, sem er örugglega 19 og mikið. Já, og það er samt einhvern veginn ekki komin sko svona alþjóðlegu yfirlýsing eða svona stimpill sko hérna hungursneið þrátt fyrir þetta. Þetta er svona það beðið eftir þessu frá Sameinuðu þjóðunum. Þetta er orðið svo yfirgengilegt að mér finnst maður alltaf að heyra í fleirum og fleirum. Það var eitthvað sem við heyrðum núna daginn eitthvað segja sem svo hérna þegar þjóðarmorðið á gyðingum var í Þriðja ríki Hitlers, Þriðja ríki Þýskalandi. Þá vissu það ekki allir. Það er möguleiki að við hefðum ekki vitað því að það kemur eiginlega ekki ljós fyrir eftir stríði hversu stórkostlegt þetta var. En núna erum við með þetta fyrir framan augun alla daga. Beinni útsendingu. Já, beinni útsendingu. En samt er það þannig að stjórnvöld geta ekki brugðist við. Ég tók hérna eina frétt, Belgíukongur, hann heitir Filipus. Hann segir ástandið í Gaza skömmalds mannkynsins. Hann er bara enduróma, svipað við erum að segja. Við tökum bara undir með honum. En það er náttúrulega, það er voðalega gott einhvern veginn svona í hjarta að sjá sko áhrif fólk svona í Evrópu, þjóðhöfðingja, tala með þessum hætti. Við heyrum þetta ekki. Ég mun ekki frá okkar ráðafólki, það er alltaf verið að tala um þessu svo flókið. Þetta er svo lítið. Já. En samt eins og maður sé horfa á stíflu bresta og maður sé svona smá sprungu. Spurning á maður að fagninni, þetta er nú ekki að bresta, en það gerist þannig að því fleiri sem að koma á ef að einhver Belgíukongur, ég googlaði hvort það væri sko komin af Leopold öðrum sem er náttúrulega átti Kongó og fór það hryllilega með fólk. En hann er ekki beinn afkomandan, hann er langa af bróður hans, Leopold hans. Byggt á ská. Hann er nú staðis ágætlega, Filipus, hann hefur svona verið að skila merkum minjum og svona. Þegar að við erum eina frétt fordæma Hamas og segja áform mannúðarborg óviðunandi. Þetta er yfirlýsing sem að Þorgerður Katrín tók þátt í að semja á samt utanríkisráður svona Norðurlandana og ég held að Ástralía hafi verið í þessu og Bretland og hin og þessi lönd sem að er dæmi svona sprungu en þetta er eiginlega ekki sprunga sko. Þetta er nú svolítið þetta er eiginlega bara kýtti. Já, ég veit ekki eiginlega hvað þetta er sko. Þessi sameiginlega yfirlýsing, þú veist, þau segja svona skamm Ísrael, ekki drepa fólk sem er að svelta, en svo halda þau áfram sko að fordæma Hamas, eitthvað sem að bara, þú veist, gengur einhvern veginn svo langt yfir öll mörk að ég veit eiginlega bara ekki hvað ég segja yfir þessu sko. Þetta er algjör vonbrigði. Þetta er svona eins og þegar maður kveikir í flugveld og hann bara svona einhvern veginn svona limpast niður á jörð. Það er að reyna að láta lítið út eins og þetta sé átök tveggja aðila sem þetta er ekki. Þetta er bara einstefnu morð eins aðila sem þetta er. Herðu, ég tók annað Ísland tekur þátt í 18. eða 19. refsiaðgerðarhreinunni gegn Rússlandi, þar vantar ekki aðgerðirnar. Akkurat. Fjármunir íslensk fyrirtæki mögulega frystir, það er eitthvað fyrirtæki sem er talið að hafa átt í viðskiptum í Rússland. Ég tók þetta bara með sem svona dæmi það hvað er ólíkt, hvernig íslensk stjórnvöld bregðast við innrás Rússa inn í Úkraínu, þar sem eru þó herir að berjast við heri eða þess að gengdarlausa morð á óbreyttu borgurum. Þetta fyrirtæki er á Ólafsfirði, Vélfag, já. Já, Vélfag. Það er hjón sem er þetta og hafa byggt þetta fyrirtæki upp sko með miklu sóma. Þetta er svona eitt af þessu nýsköpuna fyrirtækin sem hefur unnið til dæmis mikið fyrir sjávarútveginn. Og ég heyrði einhvers staðar í dag viðtal við hann, annan eigendan, og sem að sagði að þetta þessi rússneska tenging væri löngu hætt, eða væri hætt, ég skal ekki segja löngu, manni hvernig hann orðaði það, en hann tverrtók fyrir að það væri enda tengst milli þeirra, eða Vélfags og einhverja rússa. Já, en það er kannski ágætt að hafa þetta í huga að þurfum að bera það saman. Viðbrögð stjórnvalda. Þannig eru stjórnvald farin að sækja eitthvað sem hafði einhvern tímann verið í viðskiptum við Rússland og það var bara að setja hann í einhvern svartan lista.
En það eru við erum í fullum viðskipti við Ísrael. Ég veit ekki betur en að Ríkiskaup hafi verið að gera 2 ára samning við Rapid sem að er auðvitað bara eitt af þessum stóru fyrirtækjum sem að styðja beint við vopnaframleiðendur og herinn, innrásarherinn. Mjög ósmekklegt. Herðu, það er ólíkt hafist að, en ég meina þjóðamorðið á Gaza er náttúrulega frétt þessar aldar. Já. Þetta er það sem að mun fylgja mannkyninu lengst af öllu þessum að gerast. Og aðgerða leysið. Að horfa á þetta í bestu sætum, bara leðurklæddum lúxusstólum. Ráðamenn að horfa á þetta í beinni útsendingu. Já. Á sama tíma þú verið að herða hérna einhverjum útlendingalöggjafir og það er verið að bara sjá til þess að fólk sem að hér er fyrir sko að það get ekki sameinast fjölskyldunum sínum hér og það er svona ýmislegt gert líka til þess að gera þeim lífið leitt hér. Þannig að þetta er bara alveg hryllilegt og hérna Íslenska ríkið hefur bara enn og ný einhvern veginn svona sannað sína meðsekt í þessu Gaza-máli. Herru, það er veðrið, það er vinsælasta umræðunið, en núna er það brennisteinsmengun í Reykjavík, mesta brennisteinsmengun í Reykjavík frá upphafi eldsumbróta. Það var nú sjá það allir sem hafa verið í Reykjavík og líklega á Suðvesturhorninu, það er bara mistur yfir öllu. Í gær var þetta svona eitthvað samblandað þoku og mistri. Eða hvað? Það er þess að rakið í hluta gerðdagsins. Sko. Já, ég veit ekki, ég var að skoða hérna mengunarkortið og það lítur út fyrir að vera mikil mengun á Akureyri líka og Ísafirði. Þú veist að mengunarmælarnir í Reykjavík virki ekki á Grensás, ekki inn í Laugardal. Nei, ég veit. Það bara ég gleymt að kaupa batteri í þetta eitthvað. Það var viðtal við einhvern mann sem var í einhverjum mengunarvarnarstofnun, umhverfisstofnun og þá kemur í ljós að þetta er bara meira og minna bílað mælanir. Já, og þeir sem er alvöru mál sko. Nema ekki alveg rétt heldur þar sem að þeir sko greina þessa mengun að því þetta er sko tvíoxað og mælist þá sem svifryk en þetta er í rauninni brennisteinsdíoxíð sem er já, þetta er eitthvað svona, eða er eitthvað efnafræði þannig baka sem ég kann ekki. Er þið viðkvæm fyrir þessu? Já, ég finn fyrir þessu svona í augunum. Það var að því ég kom á hoppjólinu. Ég svona eitthvað aðeins fannst mér áðan þegar ég fór út með hundin. Mér fannst þetta eitthvað svona orðið óþægilegt. Hann vildi fara út hundurinn. Já. Ég las ekki að maður ætti að þurrka á þeim trínið þegar maður kemur inn. Kannski gott að hafa það í huga. Hann vil freka deyja úr brennisteinsmengun heldur að hanga inni. Alveg. Hörðu, en lengdi sér ekki á sérnum mánu, sko. Það er engin vinnuskóli vegna gosmóðu. Það er svona, börnin með ekki verið úti í... Nei. Hvað finnst ykkur það? Ég setti þetta inn svona að því að stundum við tala svona með þessum alltaf að venda börnin alltaf mikið. Já. Þetta er bara eðlilegt. Það er í hverjunu mínu eru venjulega margir krakkar, sko. Í vinnuskóla en hérna núna engir og ég skilði alveg sko þetta er hérna Já, það segir manni að þetta sé nú kannski alvarlegra heldur en að Aðra fréttir sem að tengi svona hvernig við hugsaum börnin okkar, það voru reyndar eldri börn. Það hefur verið gleði verslinga fór úr böndunum og þeim verður ekki búið aftur. Þetta var í Hraunborgum í Grímsnesi. Svo var viðtal við mannin sem rekur þetta. Hann sagði að framkomaður hefði verið til mikill að sóma. Þau voru að þrífa klósettið eftir sig og voru að gera allt. Já. Hvað var þetta mál? Ég held að hafi bara verið læti í þeim. Þetta voru bara partí veislustuð eitthvað sko. Já, ég held að hafi bara verið þá og kannski fjölskyldufólki sem að var á svæðinu. Ég þekki konu sem að var einmitt með börnin sín á tjaldsvæði þegar að verslingarnir komu. Ég held að það fólk hafi verið ósátt. Já, því ég held að það fólk hafi verið svolítið ósátt. Hljóði best. Að því að hljóði best. En ég held að hérna... Er gæinn hann með kassagítarinn sem að syngur fram til morgun ekki leyfður á hérna tjaldstæðun einhver? Greinilega ekki. Nú er svolítið langt síðan ég ferði á svona tjaldsvæði en það sko borgarstjóri virtist vera mjög ánægð með verslingana. Hún svona stóð með krökkunum í Versló en verslingar voru ekki einu sem fóru. Við erum með aðra fréttina sem er sérsveitin mætti í útilegu emmeringa. Til að skemmta sér eða slappa á sig?
Það bara litið á að það þurfi sérsvitina út af svona úlinga. Var eitthvað sem var í gangi þarna sem að... Já, mér skilst að ég á úling sem var í þessari útilegu. Gaman að segja fyrir því að ekkert af þeim, enginn af þeim krökkum sem fóru í útileguna gist í tjaldi. Þau voru gist allir í bílónu sínum að því að þeim var svo ömurlegt að sofa úti. Já, líka kaldur í jörðinu. Það komið hérna einhverjir svona eldri strákar og höfðu í hótunum við forsetan hérna í nefndafélaginu hérna í MR og sérsveitin mætti á staðinn. Sérsveitin? Já, ætla þeir hafi ekki verið með hnífið að hóta því, eða eitthvað svo les. Herðu, við leggjum mikið mat á þetta, en talandi sérsveitir, það hérna frétt úr nútímanum sem ég held að við nú ekki vitnaði í áður. Það hópur manna sem kallar sig Skjöld Íslands, gengur borgina og passar upp á íbúa, þannig þetta orðað í nútímanum, síðan þessi frétt byrst mjög víða. Já. Skjöldur Íslands ég sá eitthvað af þeim vera að dreifa hérna svona, að þau vera bara mættir. Nú getur þið andað rólega, kæru konur, sem að innflytjendur hafi verið að djöflast í og meiða því að við ætlum að passa upp á okkur. Og svo sá ég þetta bara á Facebook en ég skoðaði hver þetta var og hann hafi verið hann á Austurvelli með fánan og tekið þátt í þeim mótmælum öllum. Já, þetta tengist Ísland þvert og flokka og Skjöldur Ísland, þessi er sömu... Er þetta brúnstakkar mættir? Já, brúnstakkar voru í Þýskalandi nasismans, gengu og börðu gyðinga og reynda kommunista líka. Já, þessir menn, einhverjir þeirra voru allavega sá öryggisgæslu þannig á mótmælunum fyrir Ísland þvert og flokka á Austurvelli. Þeir voru þá í appelsínugulu vestum, voru ekki komnir með járnkrossin. En þeir eru komnir með, ég meina myndmálið, þeir náttúrulega bara, það er framan á manifestóun hans Breivik og þetta er bara járnkrossin, ég meina þetta er bara þekkt svona, já. Þú gerir það ekki óvart. Þú gerir það ekki óvart og ég meina þetta er ógnilegt, þeir segjast fordæmalt ofbeldi en ég meina, ég veit ekki, ég bara sem kona sem býr í miðbænum get ekki sagt að ég upplifi mér neitt sérstaklega örugga með þessa menn svona hérna. Hvernig heldur það að sé að vera svona ungur maður og líti út fyrir að vera frá Miðausturlöndum og hitta þessa menn? Ég get alveg sagt þér að ég þekki þá nokkra og þeir fara ekki niður í miðbæn núna. Út af þessum mönnum. Já, það er bara, þegar við erum bara komið þáka og ég meina ég þekki og blandar fjölskyldur, ég meina ég þekki móður sem á 2 börn með hérna persneskum manni. Þau fara ekki niður í bæ, þau eru flutt í útkverfi og þeim finnst þetta bara óhugnilegt, þetta er óþægilegt. Það springa út í einhver hryllilegu ofbeldi. Það er nefnilega það sem er hægt. Margir af þessum mönnum eru hérna eiga svona fortið. Já. Eru hérna hafa sittið inni og einmitt. Sér ljósið eitthvað. Já, margur heldur mig sig. Það er hérna, þeir eru búin að taka út sína refsingu, þannig að við erum það ekki við á en bara bendi á það, en þetta er menn sem eru mikið í rektinni og svolítið svakalegir útlits, ef maður myndi hitta á. Já, þeir eru mjög svona einkennandi hérna, já. Svona. Þetta eru menn sem myndu leika sér að þeir jafnhatt okkur, sko. Saman, sko. Sikkur hendinni. Herðu, ég tók eina frétt sem að, ég veit ekki hvað það tengist þessu, það er hérna Nigel Farage sem að, þar er í Bretlandi, en náttúrulega núna bara helgina voru óerðir í kringum eitthvað hótel, ég man ekki hvað það var í hvaða bæ það var, einhverju svona miðlungsstóri borg, það sem hafði verið eitthvað svona hersegi, eitthvað svona kjaftasagum að þar væru hérna innflytjendur eða hælisleitendur sem byggju í einhverju vellistingum og það mætti bara herskari af fólki, mikið af drukknu fólki, þetta var helgina og Bretar eru mikið drukknir helgar. Þannig það voru mikið lætið. Þannig að núna er líka verið að hita upp svolítið og Nigel Farage, hans umbótaflokkur mælist stæðstur í Bretlandi og hann er aldeilis að gera út á þetta. Og hérna, fyrir þá sem er í sjónvarpinu, ef við geta séð þessu úrklippi, þá stendur hann á púltinu hans að Bretland sé löglust. Og þetta minnir mér svolítið á, miðflokkurinn talar akkurat svona á Íslandi. Að hérna bara hérna og stjórnleysi á landamærunum sem að allir sem hafa labbað í kennum landamærum í Íslandi vita bara passar ekki
og að við finnst alltaf vera meira og meira svona vera að tala um að ástandin í bæ sé þannig að miklu verra heldur en okkur sagt frá og einhverju, hann Stefán Einar sem nú einn af stuðningsmönnum þjóðarmálsins á Gaza var í einhverjum podcastþætti að tala um að fæðingadeildin var eiginlega hersetin af einhverjum körlum frá Palestínu. Og ég meina það svo yfirgengilegt svona eins og að við séum bara að missa alla stjórn og þess vegna rjúka svona þessir drengi þarna eða kallar þarna í skjöldur Íslands út á götu. Já, þetta ákveðin upplýsingar óreiða sem að svona öfgahægrið hefur verið að vinna með núna. Heitir þetta ekki bara eitthvað svona, ég veit ekki, bara lígi? Já, þetta heitir lígi, þetta auðvitað bara lígi, fake news, já, Myndi svona appelsínugulur segja, fake news. Já, það sem hefur verið að reyna að skapa eitthvað svona tilfinningu fyrir þessu stjórnleysi og þá, hvað gerum við að stjórnleysi? Þá köllum við á sterkamannin sem á að koma og bjarga okkur. Þannig minnst þetta bara að vera pólitískar aðgerðir, það sem hefur verið að reyna að ljúga upp á fólk frá Miðausturlöndum, ljúga upp á lögguna, það var einhver myndband sem gekk að því að það var einhver maður að sveifla einhver járnpriki niður í bæ og menn var eitthvað að býsnast yfir því að löggan hafði ekki handtekinn en í að því þetta hafi verið innflytjandi og löggan þyrði ekki að koma nálægt að þeir væri innflytjandi og það var orðið bara svona lögleysa á Íslandi sem sama á Nigel Farage eftir að vinna næstu kostingar á. Þannig þetta bara pólitískar aðgerðir. Já, með þann mann, ég meina við sem að búum niður í miðbæ, við vitum að þetta bara eitthvað svona aðali sem æfa eitthvað sport. Hann mjög reglulega niður á Ingólfstorgi, þetta ekki sverð sem hann heldur á. Hann í leikfimi. Hann í leikfimi. Herru, þá förum við út á land og þetta úrklippa úr Skessuhorni. Alla leið upp á Akranes. Drangar HF orðið stórveldi í smásöluverslun hérlandi. Ég sá samsbarlega fréttir held ég í Bærins Besta og víð út á landi því að þessi breyting sem að verða á Samkaup sem gamla kaupfélag Keflvíkinga sem á Netto og fleira. Þetta náttúrulega miklu meiri áhrif á fólk út á landi því að það veit náttúrulega ekki hvert þetta muni þróast. Og við fyrir sunnan eða okkur alveg saman, þetta bara Jón Ásgeir búin að ná kaupfélagi Keflavíkur sem alltaf svolítið fyndið. En já, út á land þetta er svona ólíkar gerðir af búðum. Þetta er ekki oft bara eina búðum. Já, þetta Netto og svo líka krambúðun. Kjörbúðin. Þetta er ekki kjörbúðin. Jú, og þetta eru 3 stig. Og það kannski, ef við byggjum kannski á 1000 manna stað og það væri bara dýrasta búðið þar. Það hefur fólk verið hvartund á þessu. Það sem verður lokað Netto og þá fer það allt inn í kjörbúðina sem bara verði hækkar 30% og það er bara til lambalærisneiðar í svona barbecue-sósu af því að það er bara allt sniðið af ferðamönnum og þeir sem eru í sumarbústum og allt inn í býrðið á svona stað og þetta getur verið stórkostleg kjaraskerðing. Já, þetta er bara mjög erfitt. Mikið dýrara. Miklu dýrara. Já. Það er náttúrulega eftir að koma í ljós að hvað Jón Ásgeir ætlar að gera. Við tölum hann er náttúrulega hann er stjórnarformaður Skel sem er aðalegandinn í Dranga og þetta er eiginlega þó svo að Skel hafi bara keypt sig inn eða dótturfyrirtækið keypt sig inn í Samkaup bara með litlu hluta þá var hlutabréfaskipti þannig að raunverulega er þetta komið undir svona hans stjórn. Vannamaður, hefur verið í þessu áður. Herðu, DFF, er orðið að götunni, þetta byrjaði þar, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, erfingi milljarða og lítur niður á þá sem minna eiga. Þetta er hann Jón Pétur Símsen, eða ekki? Jú. Þetta er fínt skúp hjá DFF. Já, og síðan hefur þetta komið víðar. Og málið er að hann var að skrifa, við fjöllum það hérna á 50-daginn, hann var að skrifa á Facebook og verið að kvarta einhvern veginn yfir að þeir sem að veru annara skoðun en hann var fólk sem að liði bara á ríkinu og nettingu. Þykkur þú meira ríkin heldur og leggur til þess. Kemur í ljós að þetta er erfingi af milljörðum. Af Símsenættinni og hann á hlut í Brím og fleira. Og útgerðarfélag Reykjavíkur sem að gvendur í Brími á líka. Og eitthvað meira og er bara á fullu ferð einhver staðar í þáttöku í atvinnulífinu. Keresits, hann átti hlut það. Það var óljós hvað þau fengu mikið, þannig að raunverulega er þetta fyrirtæki miklu ríkara heldur en verið að segja frá í fréttum í dag því þú eftir að gera upp 2024. Hvað finnst ykkur þetta? Finnst ykkur maður sem er að fara að erfa milljarða sem að hann vann ekki til heldur að vera sem að átti þetta? Finnst ykkur að hann eigi að hafa hægt sig við að tala þá sem að þeir ekki heppnir í hafðrætti lífsins eins og hann? Sem eigi ekki svona ríka afa.
Finnst þér að hann eigi að sína aðeins meira auðmýkt? Já, finnst það okkur. ekki. Ég meina, mér finnst nú bara þingmenn mættu nú sína aðeins meiri auðmýkt svona oft Já, bara almennt. almennt. Já, en sérstaklega, sko, hann er búin að taka, var, sko, einhver harðast í hérna málþófinu, út af veiðigjöldunum. Einmitt. Svo hann bara tengdur þar inn, sko, Það er svo séð frá ekki því. síður en Jens Garðar og þetta er bara, veist, það er ekki hægt, sko. Að þá eru menn að tala út af persónulegum hag sínum. Þetta er ekki hægt. Nei. Þetta kemur ekki vel út fyrir hann. Herðu, hér er frétt frá Vísi sem hefur reynda verið allstar. Það eru bara of dýrar. Þetta eru í nýju íbúðurnar. Það er sérstaklega ástanda í húsnæðismarkanum held ég fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu að nýjar íbúður seljast ekki. Það eru bara of dýrar og það eru bara fáir sem að vantar íbúð og standast greiðslum. Skuggavarp líka. Já, svo er það bara, það er komið svona óorð á nýjar íbúðir. Menn vita það að það er hérna, þeir eru ómikill skuggi í þeim. Já, það eru oft bara með glugga á einni hlið, þannig að innar í íbúðinni þá bara kemur ekkert sólarljós. Það er búið að tala um að þetta er bara neikvæð áhrif á heilsuna. Og svo er það annað sjónarmið sem er sett inn í þetta að fólk segir sem svo að það bara treystir ekki þessum íbúðum. Það er búið að vera svo margar sögur, bara fréttir, af því að stórkostlega gallar í bara nýjum íbúðum. Já, þetta er byggt hratt og fólk óttast þetta og svo er náttúrulega líka bílastæðin, sko, það er 0,5 bílastæði á íbúð, sko, það er alveg... Fáir eiga 0,5 bíl. Já. Það er hálfan bíl. Hálfan bíl. Hérna... En niðurstaðan er þess svo að þær seljast ekki neitt en fólk kaupir hins vegar eldri íbúðir sem að hafa þá verið reyndar. Já, það er reynsla á. Þetta er eins og við myndum hægt að kaupa okkur nýföt en keyptum bara second-hand. Já, það er alltaf, þú veist, að pröfa það. Búið að pröfa það. Það treystum við ekki nýju. Þetta er sko mygla í húsum og allt þetta sem búið að vera og fólk óttast þetta að einangrænir sé ekki nógu góðar og hlera, sko. Og þetta var bara, kom fram í tætti hjá okkur hér á 50. síðustu viku, mjög ákveðið. Já, það sem hann Jón Atli, hagfræðingur húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Já, hann bara sagði þetta, það væri þetta. Þessar ástæðis þess að fólk vandræðir íbúðanum, svo er það skuggavarpið, bílastæðin og hvað eitt... Og allt og dýrt bara. Allt og dýrt. Og svo er voðalega dýrt tímið það er mitt. Sumt að þessu er búin að gangi gegnum mikið að lóðabraski. Já, en sjáu þið samt hérna hvernig þetta er. Það er fólk sem sko á fyrir útborgun sem þarf, en það stenst ekki greiðslumat. Til hvers er þetta... Og svo er það málið að ég ætla að kemur fram til sína bankanum að ég er búin að borga hérna 380.000 krónur á mánuði í húsalegu. Þú segir ég standi ekki greiðslumönd að borga 230.000 í afborganir. En þetta er sko ekki banki sem ræður þessu greiðslumöndi, þetta kemur frá Seðlabanka. Þetta verður bara að fara eftir þessu. Og þetta er alveg grátlegt að fólk sem getur keypt og vill kaupa, getur borga út. Reglunar eru settar og minnka þá mánalega greiðslu kannski helming. Sko. En reglunar eru í orðsins svona, eru sagðar, settar til þess að koma í veg fyrir að fólk ofur skuldsetti sig. Þannig þetta er við erum að venda því Sigrún, segir Seðlabanki. Já, borga áfram 380.000 í leigu. Það er þannig. Og hana nú. Já, herðu, hérna er einu úr Morgunblaðinu, prentútgáfunni, rekstursstöðvar í gærkvöldi, þetta var í morgun. Já. Þetta er bakki á hérna Húsavík. Sko, miðað við þeir segja að til þess að halda áfram, að þá hérna verði íslensk álfyrirtæki að hætta að kaupa þennan kísilmálm frá Kína. Að kaupa frá þeim og þá verður Evrópusambandið að setja inn einhverja reglur til þess að koma í veg fyrir undirboða verði frá Kína. Þú veist, þetta er svo langsótt að ég held að bakki er ekki að fara að starta aftur, sko. Nei. Þetta er bara allt og langsótt, sko. Og svo kemur eitthvað fleira, sko. Það er engin rekstrargrundvöllur undir þessum rekstri. Það er verið sama og með kísilverksmiðjuna í Helguvík. Hún kláraðist nú ekki. Já, það var ógeðslega tap þar. Hún var starfætt í viku. En það er búið að vera tap á bakka. Ég man ekki hvað bankarnir og lífeyrissjóðirnir hafa afskrifað miklu. Það sé 14 milljarðar fyrir einhverjum 5 árum. Sko. Það er með lífeyrissjóður minn. Herðu verið með mynd sem að þú tókst hérna Smeð hérna á ferðinni. Hvað varst að mynda reykinn frá bakka? Já, bara ég var á ferða. Þeir eru á ferðalagi þá tek ég, þetta er bara síma minn, sko. Ég tek myndir í safnið maður.
aldrei að vita hvenær er þetta að nota þetta. Já, við hefum að gera þetta blaðamenn að við hefum að taka myndir þessu förum að því að við erum líka vitni. Herðu, miðjan þú heldur henni úti, það er frétt þarna Róburður Leigar á Alþingi, þetta er hann Kjartan Sveinsson, formaður Strandveiðifélags Íslands. Já, hann er harður. Hann segir þetta ákærur, sko, hann náttúrulega hefur ekkert ákæruvald en hann skrifar það samt hannig og hann fer ófögrum orðum stjórnarandstöðuna þingi. Þeir hafi komið í veg fyrir að strandveiðifrumvarpið hefði fengið afgreiðslu og kann þeim engar þakkir. Ég talaði við á Þórólf Benedikt og hann, strandveiðimenn hérna á 50-daginn líka. Mjög hressilegt spjall ef einhverju vill hlusta á. Já, ég mista því, ég ætla að ná í það. Það er það að fara inn á YouTube og finna það. Já, en svo þetta er bara staðan og hann er líka, ég skrifa líka inn á vefinn okkar á samstöðinni sem hann sagði, hann Kjartan. Já. Þannig að þetta er, hann tekur djúpt í öruna. Já, sterkur málsvari. Mjög skemmtilegur talsmaður fyrir, og kostulegt, hann er hérna, þótti gríðarlega efnilegu félagsfræðingur, var bara, ég held að hann hafi verið bara við að klára doktorinn, eða hvað það var búið með, þá fatt hann allir, hann langaði ekki að vera að vinna í akademíunni og fór út á trillu. Skemmtileg saga Já, það er á samstöðum.is, þar er mynd af honum borð í sést báturinn mikið betur heldur en annars staðar. Þannig að það er að gera að fara inn á samstöðu.is og fara Herðu, en við vorum með frétti að þú varst með frétti, Marja Lilja, Bjarg. Jú. Og hún kom aðeins inn í svona helgina í fréttin í Morgunblaðinu og það var málið með að það var hryllilegur aðbúnaður fólks en í fréttinni þinni kom fram að þarna var maður að setja af sér. Já. Þá verður allt vitlaust á Seltjarnarnesi. Já. Það er ekki hvort þeir eru slæmu aðbúnaður. Nei, aðbúnaðurinn, allt í lagi, en bara að það hafi verið dæmdur maður hérna á meðal þessara vistmanna. Þetta er, já, ég veit ekki, við sögum auðvitað frá þessu þannig daginn, þetta er maður sem var dæmdur til svona, hvað heitir þetta, svona öryggisvistunar. Hann var metinn sakhæfur en dæmdur til öryggisvistunar vegna þess að það var ekki talið líklegt að dómur eða fangelsisvist myndi svona, kenna honum einhverja leksíu, hann myndi ekki læra af því. Ekki betur. Nei, þannig hann er færður í svona sérstakt úrræði. Það er bara ekki til neitt sérstakt úrræði. Nema á Seltjarnarnesi. Nema á Seltjarnarnesi á meðal geðfallarar sem er líka svolítið. Það gengur ekki náttúrulega. Það gengur auðvitað ekki vegna þess að þessir menn sem eru geðfallaðir, þeir eru, þeir einhvern veginn að breyta heimilinu þeirra í fangelsi er eitthvað svona svolítið furðuleg Þú lýstir sem mjög vel í fréttinni sem er að finna inn á samstæðu.is. Já. Og það er svona herbergisvistun, sko, það er ekki sér böð eða baðherbyggi eða salerni eða neitt, sko, þetta er bara... Nei, þetta er svona, þetta er bara svona sambýli í rauninni og ég meina svona herbergisambýli er eitthvað sem að þekkist ekki lengur eða á ekki að þekkist, þá að vera búið að svona eiginlega að bara svona út, hvað ég var að segja, bara svona, bara loka þeim öllum. Þetta er svona mannvonuskulegt. Já. En Morgunblaðið fjallaði annars konar næstuði skylt máli. Það er hérna geðfallaðir sem eru vistaðir hérna upp á Hólmsheiði og eiga ekki heima þar. Og það eru svona til dæmis samtök Alzheimer sjúklinga og fleiri byrjar að gera athugasemdir við þetta. Að þetta er engin aðbúnaður fyrir þetta fólk. Þetta er náttúrulega allt í steik í þessum málum. Það virðist vera. Og einmitt, ef það er steik og ef það er allt í ólestri ykkur málum, þá virðist það vera í geðheilbrigðiskerfinu og fangelsismálum vegna þess að fangelsinu eru yfirfull. Hvað er dómsmálaráð? Ætti hann ekki að stíga fram einhvern veginn og segja, já, ég veit þetta er í steik en við erum að vinna í þessu og erum að fara að gera þetta og svo ætlum við að gera þetta. Dómsmálaráðherra virðist bara vera mjög upptekinn að láta mynda sig með lögreglunni og á landamærunum og Talandi það, við hefðum átt að nefna hana hérna áðan þegar við vorum að tala ástandið innir í bæ, það sem eru komnir einhverjir bara brúnstakkar. Já. Það sem kraumar í einhverju svona rasískum pottið þarna.
Mér finnst að stjórnvöld að stíga fram og líta þetta sem bara hættu ástand. Auðvitað. Talandu það að alltaf verið að koma einhverju svona öryggistefna og halda fundi með ESB og hlera. Þetta er langmesta öryggisógnin við Ísland. Það er kraumandi Og rasismi. ég meina að það er bara staðfest, þá er ríkislögreglustjóri sjálfur lét vinna skýrslu á öryggisógnum við íslenska ríkið og þar efstir á blaði eru hvítir svona öfga hægri menn. Þannig að þetta er borðleggjandi. Við auglýsum eftir dómsmálaráðherra. Já. Við viljum fá hana hérna við rauðaborðið. Við skulum reyna það. Já. Herðu, hérna er frétt út úr miðlinum FF7 sem áður hér túristi, hérna er FF7. Áfengisala dregst saman í flestum landslutum. Er þetta góð frétt eða? Ég veit, er þetta ekki svolítið jákvæmt? Nema sér komið eitthvað annað í staðinn, sko. Bytturnar sé á tenni, eða hvað, ég veit ekki. Já, á Klörubar. Já. Þetta taka hann með í þetta tönn. Já, hvað selst mikið á Klörubar? Já, ég veit ekki, kannski er allar bytturnar einhvers staðar í ferðalegi erlendis. En ég meina, er þetta ekki svolítið merkileg frétt svona sumar? Ég veit ekki, kannski En ég hefði haldið það svona fyrir rétt fyrir verslunarmannahelgi. verslunarmannahelgi. Kannski er færri breski túristar Já, getur verið. og fleiri ítalskir. Getur verið. Svo er eitthvað þessu líka að fólki fara að drekka sko áfengislausan bjór, svolítið mikið. Já, Já. en þetta er áhugavert. Og hlýtur að teljast bara mjög jákvætt. Ein frétt sem að mér finnst ótrúlega skringileg, það er kemur að MBL. Það er óska eftir virkjunarleyfi til bráðabirgða af Landsvirkjun út af Hvammsvirkjun. Hvað er virkjun til bráðabirgða? Ætlar að rífa hana niður eða Ég bara skildi ekki. Ég skildi ekki heldur. Nei. Þannig að við Samt skulum finnst mér þess að þetta hafi verið áður notað ykkur bráðabirgðaleyfi. En það, við tekjum þetta ekki. Maður myndi halda þetta að sé óafturkræf allavega næstu 100 árin. Er þetta ekki bara eitthvað svona skriffinska? Þú óskar eftir eitthvað til bráðabirgða svo að það verði leyft en svo einhvern veginn er ekki hægt að taka þetta tilbaka? Herðu, svolítið asnalega frétt, það eru fasteignir í Grindavík án endurtrygginga. Þess að ríkið búið að kaupa fasteignir fyrir 70 milljarða. Og maður myndi halda það að þeir myndu þá tryggja eigninnar og tryggingafélög myndu svo endurtryggja út í heimi eins og alltaf gert. Þú tryggir húsið þitt og svo sjófa eða hvað svo skiptir við, tryggir eitthvað út í heimi. En raunverulega er þetta ekki frétt vegna þess að ríkið tryggir ekki sínar eignir. Af því að þú þarft ekki að tryggja ef að þú átt svo mikið að áhættan er svo dreifð að þú þarft ekki að gera það. Nema, náttúrulega, þú ert komin með Grindavík og 70 milljarðar í Grindavík sem við gæti horfið á einni nóttu, sko. Þannig að það kannski vonandi gerir þetta ekki. Nei. Endurtryggingarnar erlendu vildu ekki tryggja. Nei, þeir hafa ekki lustað á eldfjallafræðingarna okkar sem er alltaf að segja að gosið sé rénun, að það er ekki rénun. Og svo segir alltaf líka að þetta er síðasta gosið í þessari hrínu. Ég held að þetta sé þriðja gosið eftir að byrja að halda því fram. Þorvaldur hefur sagt það oft. Já, en það er svo sem ekki hægt að skamma menn þótt sjá ekki alveg onni í jörðina. Nei. Herðu, helsta fréttin í heiminum á netmiðlum er faðmlag á Coldplay tónleikum. Nú er maður búinn að segja af sér, svo fórstjóri. Já, þetta er skammalegt. Mér fannst eitt sem er skemmtilegt þessa frétt að því að ég er ekki aðdáandi Coldplay og mér finnst það alveg rosalega svona fóni allt saman að gera. Þeir eru að reyna að vera með svona gáfulega, djúpa texta en þetta er svo innihaldslaust að það er ekki það er ekki svona það gubba á þetta Þannig að þegar þeir alltaf svona grípa ástin einhvern veginn með ljóskastara, hitt er ekki framjá það. Þetta er svo gott á það. Já, svo veldur maður, eins og þú segir, þetta er allt eitthvað svona fóni og þetta er eitthvað svona undarlega íburðað mikið. Hver er með svona kissing cam á tónleikum? Já, þetta er alltaf í ameríska körfubolta. Já, þegar ég hef ekki séð þetta áður á tónleikum. Það er Coldplay greinlega að gera þetta. Hvernig gætu flutt þetta inn á rock-senuna? Þetta er hallarislega ameríska kommersial dæmi til þess að selja meiri bjór nema Coldplay. Já. Herðu, enski boltinn, hann verður ekki seldur sér og hann verður rándýr. Það þarf að enska boltan, Marja? Nei, þetta eru 12.000 krónur á mánuði. Samkvæmt þessari frétt hérna á Morgunblaðinu. Það er bara allt og mikið fyrir mig. Ég get ekki keypt mér áskrift. Þú ættir að skila bara sorptunónuðinum og til þess að frekar? Þetta er yfir 150 skall ári. Já. En ég held ég gerir það nú samt. Já, ég er dottinn út úr þessu.
bara dottin út úr þessu því miður. Íþróttir eru skemmtilegasta raunveruleika sjónvarp sem hægt er að fá. Já, það er eiginlega alveg magnað þegar maður pælir í því að fólk skuli horfa á fótbolta sko, því að þetta er svo seigfljótandi og þetta er svo, söguþráðurinn er svo mikið einhvern veginn undir línunni einhvern veginn. Jónas Sveinn Árnason sagði að þetta verið svo lýrisk íþrótt sko. Já, hún er það reyndar. Heyrðu, það er mögulegar mútur Paramount og áhrif Trumps á CBS, þetta er kannski ekki góð fyrirsögn. Þetta er úr heimildinni. Já. Þetta er hann Colbert sem er með Late Show, Late Night Show, sem er gamli þátturinn hans Lettermans, búin að vera með hann í 10 árið eitthvað leys eftir að Letterman hætti. Paramount á CBS og Paramount vill sameinast svona Hollywood stúdíu sem heitir Skydance, sem er víst mjög stort og þarf að fá einhvern veginn gott veður frá ríkisstjórn Donald Trump. Donald Trump héldi fram að CBS hefði svikið sig með því að klippa til viðtal úr 60 mínútum við Kamilu Harris, þannig að það sem var sýnt í morgun þættinum hafði verið einhvern veginn, þannig að hún líti betur út í einhverju svari og það hefði skadað sig. Hann hótar að fara í mál eins og gerir við alla og hann fær heldur $13 milljónir í sárabætur frá Paramount. Colbert kemur kvöldið og segir, þetta eru bara mútur. Þau eru bara borgunum mútur því að þetta er algjörlega tilæfulaust málsókn og fleira. Daginn eftir lýsti yfir að búið að aflýsa þættinum. Hann mun klárast út í næsta sísón sem er ekkert næsta páska. Og þá verður þetta bara lagt niður og ekki bara Colbert verður ekki bara rekinn, heldur verður bara þáttur bara lagður af. Þetta er svolítið magna. Þetta er svona hótanir. Þetta er alveg ritskoðun og ég meina þetta er auðvitað bara enn eitt dæmið að svona þeirra stórveldi er svona riðar til falls. En þegar fíklir hýjar á forstan og kónginn og er bara tekinn og látið hverfa, það er ekki gott samfélag. Það er ekki gott samfélag, nei. Ég held að það sé komið bara ansi langt gengið í að... Og við sem að svona fjölmiðla fólk gerum við bara lýsum frati á þessar aðgerðir. Já, en ég held að hann hlusta ekki á okkur. Nei, við bara segjum þetta samt. Við gætu verið með svona hot sem heitir bara Trump-hotið, af því að það er þetta kemur að Vísi, held ég, hótar að stöðva byggingun í Svallar ef liðið skiptir ekki nafn. Og málið er það að þetta er í Washington. Og það er lið sem heitir eitthvað Washington Commanders. Þeir hétu alltaf Washington Redskins. Akkurat. En svo breyttur nafn fyrir einhverjum 3 árum og af því að Trump er í stríði við Vogue. Hann finnst að vera Vogue, okkur mátti ekki heita bara Redskins, hvað er það? Því að það var líklega skipt út af nafni að þóttir svona niðrandi. Og þá vill hann ekki að þeir fái sko peninga til að byggja völlin, nefnir skiptið aftur yfir í Redskin. How do you like? Ég skil hann alveg. Herðu, ég ætla að enda í Smartlandi, við höfum nú áður vitnað með það. Það er maður sem heitir Eymundur Sveinn Einarsson sem er endurskoðandi og hann svarar svona spurningum frá listum. Og hann fekk bréf frá hjónum sem voru að koma öfri ár og sögðust eiga svona ágætis slatta vegnum og voru að veltaði fyrir hvort það var ekki sniðugt fyrir að stofna einkahlutafélag og setja allar eigninda þar inn til þess að þeir hefðu ekki sko fjármagnstekjur af þeim sem að myndu skerða ellilífeyrirna því þau voru að koma yfir að fara að vera 67. Og hann svarar þeim, ég hvet fólk til að fara á að lesa þetta, hann svarar þeim og segir, þú veist, einhvern veginn, þá verður að mögulega sé þetta hægt að gera þetta og þið getur hugsaðlega fengið meiri út úr tryggingastofnun. En það sem kemur út úr tryggingastofnun og ætla fyrir fólk sem hefur ekki tekist að spara til efri árana sem að þið sannarlega hafi gert. Og þannig að ég myndi ráðleggja ykkur bara að borga, að hafi þetta bara eins og þið hafið og fá það út úr tryggingastofnun sem er réttlátt. Og ekki vera að reyna að svindla peningum út úr tryggingastofnun sem er ætlað öðrum og eyða bara orkunni í eitthvað annað því að þið augljóslega búið við það stöðu að geta þetta bara náðist í ellinni en Guðspannum ekki fara út í þetta og hann segir að þetta sé algjört siðþrot hjá fólkinu. Já. Mér finnst það frábær. Já, þetta er bara mjög vel svarað. Þetta er maður sem við erum að gefa hverjum. Eymundur Sveinn Einarsson. Herðu, þetta eru fréttinnar, við ætlum að gera örstuð hlé núna en síðan mæti nú bara heill herskari María Lilja. Já. Það er Jenny Kristín Valberg sem er forstöðukona Bjarkarhlíðar, Guðný S. Bjarnadóttir sem er stjórnarformaður Vitundar samtaka gegn kynferðisofbeldi og svo koma 2 druslur, Silja Höllu Egilsdóttir og Margrét Baldursdóttir sem er að fara drusluganga verður næstu helgi.
Já. Og þið ætla að tala Við ætlum að tala druslugöngur og við ætlum að tala sýknudóma og svo ætlum við líka að velta fyrir okkur þessari vopnvæðingu öfgahægrisins á kynferðisofbeldi til þess að svo berja á útlendingum. Herðu, örstutt hlé og svo ræðum við þessi mál. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Já, komið sæl eftir, ég heiti María Lilja og hérna hjá mér heill herskari af konum til þess að ræða svona kynferðisbrot, þetta eru þessi þungumál í samfélaginu okkar sem einhvern veginn hverfa ekki, alveg sama hversu mikið við berjumst gegn þeim og tölum þau, þá einhvern veginn vandamálum virðast að vera til staðar. Það dæmi það eru fjöldi sýknudóma og frávísuna sem hefur núna verið sagt frá í fjölmiðlum. Ég held að hafi síðast bara verið í dag, hafi ég lesið frétt af sýknudómi, en svo líka langar mér svolítið að ræða við ykkur þennan nýja, hvað ég var að kalla þetta, svona sjálftöku lögregluflokk sem að fer bæinn og ætlar að fara að refsa aðrir virðist erlendum mönnum fyrir
brot gegn íslenskum konum. Þetta svona vopnvæðing á kynferðisofbeldi til þess að beita útlendingaofbeldi. Hjá mér eru það er Jenny Kristín Valberg frá Bjarkarhlíð, Silja Höllu Egilsdóttir og Margrét Baldursdóttir, fulltrúar Druslugöngu og Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar. Verið velkomnar. Takk fyrir. Þið hafa væntanlega fylgst með fréttum í dag. Eins og segi þá er þetta búið að vera svona stigvaxandi vandamál og ég kannski byrja á að fá að heyra þess frá þér. Hvernig með finnið þið fyrir aukningu í aðsókn í Bjarkarhlíð og ég meina, er eitthvað tenging þarna á milli? Ég meina, hvernig er meiri líkur á fólk leiti í Bjarkarhlíð eftir svona frávísanir eða hvernig horfir þetta við þér? Já, sem betur hafa þolendur oftast leita til annarkvort Bjarkarhlíðar stigamóta eða hvernig hvarsins eftir áföllin, því það eru auðvitað löngu seinna sem kemur niðurstaði í málin og mikilvægt að þolendur hafi fengið eitthvað stuðning á þessum tíma sem er að líða þarna milli og við sjáum að þetta getur verið bara ansi mörg ár oft á tíðum, en við sjáum það líka að þegar að þolendur búin að fara kannski gegnum stuðning og ráðgjöf hjá okkur og svo kemur að þessu að það verður jafnvel sýkna í málinu þeirra sem er því miður hans svo oft, að þá oft hafa þau samband aftur og koma aftur til okkar og þetta er auðvitað oft mikið áfall vegna þess að eins og við vitum þá er þetta svolítið ef maður sletta svona make og break það hvort að þolendur upplifa ofta að þetta sé svona staðfesting af því hvort brot hafi raunverulega átt sér stað eða ekki og þess vegna getur þetta verið svo sárt þegar að þau upplifa að kerfið get ekki stutt við þeirra upplifun og þá getur þetta orðið svona eins og svona endur svona retraumatization í kjölfarið og fólk tekur oft mjög djúpa dýfur í líðan. Já. Ég meina, að því að við erum að sjá allar þessar frávísanir sýknur, erum við ekki komin á þann stað að við þurfum að fara að gera eitthvað nýtt? Þurfum við ekki eitthvað skonar nýtt dómstig jafnvel, eitthvað skonar einhverja lausnir? Hvað segið þið? Hafið þið skoðað eins og til dæmis bara fjölskyldudómstóla í Bretlandi? Það er eitthvað sem heitir family court, það er eitthvað svona sem tekur á aðeins viðkvæmari málum og þá af svona meiri mildi þar sem að matsérfræðinga er metið eins og vitnis og annað. Er þetta að ykkur verið að skoða þetta? Kannski Guðný? Ekki svo ég viti til, en auðvitað höfum við verið að kalla eftir breytingum og við þurfum miklu betri sérþekkingu inn í þessu málaflokki. Hæstaréttardómarar eru eins og staðanir í dag náttúrulega ráðnir inn til lífstíðar og í sjálfu sér eru ekki skikkar til þess að vera í stöðri endurmenntun hvað varðar áfalla með nálgun þegar kemur réttarkerfinu. Þannig að auðvitað myndi ég vilja sjá sér dómstól fyrir þessi mál því að þetta er mjög núansað og við getum heldur ekki verið að veigra okkur frá því að gera lagabreytingar af því að þetta stendur og fellir í raun og veru með því hvort að hægt sé að ásetning gerenda. Og það hefur oft verið talað það er talað svona eins og í manndrápsmálum það eru morð og manndráp og það verið talað yfirlega ráðið ekki. Það hefur verið talað lagabreytingu og svona einhvern veginn að færa til, hnika til einhverjum svona viðmiðum hvort að við eigum að tala ásetning eða ekki. En þess að dæma fyrir þá ekki ásetningsbrot. Eru þið sammála þessu? Já, ég meina að því að við erum með gáleysisins hugtak og þegar við horfum á málið þarna á Akranesi þar sem að 4 menn voru ekki ákærðir fyrir að brjóta á konu, þarna hefði ég vilja nota gáleysisins hugtakið og geta ákært á vegna þess að það er augljóst að brotin átt sér stað og kerfið er búið að segja brotin átt sér stað en þeir gátt ekki samt sannað ásetningin að þeir ætlaði að brjóta þessar konu. Þið ætlaði að ganga Druslugöngu einmitt út af þessu. Já, og bara út af öllum málum eins og þessum. Þetta er svolítið Druslugöngan er staður þar sem við erum ekki eins mikið að einblína á lögin og á einstök mál heldur frekar á bara
þessa menningu sem þrýfst í kringum þetta og hvernig við eitthvað tökum á þessum málum og hvernig við afsökum réttlætum þetta eins og að sé bara og tökum þessu kerfi eins og það sjálfsagt og það sem okkur finnst vera vandamálið við þetta bara, já, við umræðuna í general bara. Já, mér langar líka þess að koma inn á að mér svíður það oft að sjá það við að tala mjög alvarlegar ákærur fyrir nauðgun og það verið að tala ákærur fyrir það að tala nota orðin svo kynmök, samræði og það þykir mér alveg ótrúlegt að það sé ennþann dag í dag. Það sko maður les ákærun og þetta alveg skelfilega gróft brot en fjölmiðlar fjalla ákærður hann hafa átt kynmök við hana, samræði við hana. Að það eitthvað sem ég held að við þurfum að breyta líka. Það er ekki mikið samráð í nauðgun. Nei, bara alls ekki. Það líka býr bara til þess að hugmynd að ef þú talar ósamþykkt kynmök eða ósamþykkt kynlíf þá ertu bara að breyta umræðinni með svona litlu orði sem breytist þetta er svo lítið en það breytir svo ótrúlega miklu sérstaklega fyrir bara yngra fólk sem að lesa þetta og sér ok, samt kynlíf og ég læri kynlíf, eitthvað kynlíf og ef þetta er ósamþykkt kynlíf þá hljómar þetta bara svona mistök þegar þetta getur nauðgun orðið svo stórt og erfitt orð til að segja og mér finnst það svo leiðilegt hvað það hvað við höfum falið okkur frá þessu sérstaklega fjölmiðlar mjög hræddir við að nota orð að þetta býr til eitthvað svona óvinn og nauðgara ímynd sem þarf ekki endilega að vera til staðar en samt mikilvægt að notum orðið að þetta er brot, þetta er nauðgun, þetta er ekki kynlíf sem að ein mannskjan bara var ekki til í þetta er ekki mistök, það er líka býr til ef þetta er kynlíf þá býr það líka til þá ímynd að ein mannskjan hafa bara svolítið séð eftir þessu og þess svona kæra sem ég er bara algjörlega hræðilegt. Við tölum oft afleiðingar svona ofbeldis og ég veit að druslugangan tilengu Ólöfu Töru sem að ég tók í líf eftir að hafa bara búið við og lifað við bara mjög erfiðar afleiðingar kynferðisofbeldi. Sjáu þið mikið af svona erfiðum dæmum þar sem að fólk þetta hreinlega bara tekur yfir allt svona bara lífið eftir brot? Já, vissulega og það er auðvitað mikilvægt fyrir þolendur að upplifa að þau hafi stuðning og ykkur úrræði til þess að leita í vegna þess að auðvitað þetta mikil áföll og það er margt sem fyrir gegnum huga þolenda að bæði þetta andlega og líkamlega mjög erfið áföll og það er mjög mismunandi hvað fólk hvað það fer hratt eða hægt í gegnum þetta og það er auðvitað líka bara hvernig stuðningurinn og hvernig fólk gripið og þess vegna held ég að sé rosalega mikilvægt að geta átt samtal einhvers staðar þar sem að brot eru viðurkennd hvort sem að það fær gegnum dómskerfið okkar eða einhvers konar restorative justice þar sem að það eru einhverju sáttafulltrúar sem að fara þarna á milli vegna þess að við þurfum líka að hugsa það að þessir aðilar sem eru að brjóta af sér að þeir læri líka þessi samskipti, hvað þeir eru að gera rangt í samskiptum og varðandi ásetning og annað, ég er ekkert að segja það að endilega mjög margir einstaklingar lappi út að heiman frá sér og þeir hafi þann ásetning að nauðga einhverjum en einhverju hluta vegna þá er ansi margir þolendur sem verða fyrir því að það er brotið á þeim kynferðislega sem segir að það er eitthvað aðeins samskiptum sem verða þarna á milli og að þessir aðeinar sem eru að brjóta sér eru klárlega ekki að lesa annarkvort í samskipti eða þeir eru að hunsa það og það verður þá eitthvað samtal þar sem að þolandinn fær að greina frá sinni upplifun og að það sé einhvers konar sátt sem að yrða á eftir að hvort sem að það væri þá sátt þeirra á milli án dómstóla vegna þess að við sjáum það núna að dómstólarnir eru ekki að ná að grípa þolendur á þann hátt sem þeir þurfa að vera gripnir út af því að málin þurfa að fara í gegnum þess að þröngu síðu þar sem að er ofuráherslu auðvitað á að vera ekki að refsa einstaklingum ef það er hafið yfir einhvers konar vafa en þetta setur þolendur í þá stöðu að þeir eru auðvitað mjög oft að upplifa að þeim sé ekki trúað og að
brotin gagnvart þeim hafi ekki verið raunveruleg og það er auðvitað rosalega mikið gaslýsingi því og svo er þolandi í langan tíma eftir einhvern veginn þrátt fyrir hann viti hvað gerðist og nærumhverju kannski styðjan, þá er einhvern veginn alltaf þessi vafi hvort að samfélagi samþykki þetta brot og viðurkenni það að það hafi verið brotið gegn þér og það er einhvern veginn þetta þunga akkeri sem er verið að bera. Ég var að tala við gamla vin daginn sem sagði mér að stúlkan hans, hún hefði orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þeir menntaður maður, lögfræðingur sjálfur, hann ráðlagði henni frá því að kæra. Sem er eitthvað sem ég var ekkert að heyra í fyrsta sinn og ég sagði, já, flott hjá þér, sagði ég við hann síðan vegna þess að ég veit að bara hvernig er að fara í gegnum þetta kerfið, það er umulegt að fara í yfirheyslur og það er að rifja upp bara fyrir einhverjum hvað gerðist og hérna svona útskýra sko, þú veist, útlista eitthvað svona, þú veist, bara mjög nánar, djúpar lýsingar á einhverju sem að manni finnst það ekki koma neinum við. Bara þetta einhvern veginn. Nú veit ég persónulega kærði ég nauðgun fyrir mjög mörgum ára síðan, henni var vísað frá. En hérna, ég veit svo sem ekki hversu mikið hefur lagast síðan þá, ég meina þetta hefur verið 2010 eða eitthvað. Er ekkert að batna í þessum málaflokki? Er ekki, ég meina, og sko, þegar við gengum fyrstu druslugönguna 2011, þá einhvern veginn var svona ákveðin von, það varð svona momentum og þetta yrði svona nokkur ár af svona miklum krafti og samfélagi með og fjölmiðlar með og svo einhvern veginn svona eru alltaf allir með í smá stund en svo bara einhvern veginn gerist ekki neitt. Er það rétt svona skilið? Er mín tilfinning rétt eða finnir þið fyrir þessu líka? Sko, varðandi það að kæra, að þá náttúrulega, sko, er það að þolendur er að stíga fram og við þurfum druslugöngun á hverju einasta ári. Það er birtingamynd þess að við getum ekki treyst kerfinu. Kerfið er bara ekki komið á þann stað sem það þarf að vera til þess að geta tækla þessi mál því miður og það er alveg ennþá vinna sem hægt er að vinna þar og mér finnst bara tími til komin að lögreglan og bara kerfið okkar í heild fari að vinna því að vinna traust almennings tilbaka. Þú veist, við verðum að geta kært þessi mál, þau verða að fá réttan farveg fyrir þau sem kjósa að kæra, þar að segja, en þetta er bara þannig. Þú veist, það að þolendur segja að stíga fram hver eftir öðrum til að láta vita hvernig staðan er og hvernig kerfið er að taka þeirra málum. Þetta er þessi birtingamynd þessa kerfiskalla og mér finnst bara tími til komin að þessi stíð þarna fast í jarðar og farið að skoða þessa svona, ég kalla þetta tékklista í kerfinu. Hvar er þetta að fara úrskeiðis og hvar getum við bætt þetta? Nú myndi eitthvað segja, já, sköldur Íslands, þeir ætla nú til dæmis bara að bæta ástandi því að þeir eru bara átt að sjá því að kerfi virkar ekki og þeir eru bara mættir með innan gæsaleppa foreldraröldið sitt þar sem þeir eru í sérmerktum peysum og þeir ætla að vernda konur. Já, þeir ætla að vernda konur fyrir útlendingunum. Þeir ætla ekki, og ég ætla að fullyrða það, að þeir eru ekki mættir þarna til þess að vernda konur fyrir íslensku ofbeldismönnunum en útlendingunum og lituð útlendingunum, sannanlega. Það er náttúrulega að sjá það þegar að það kom hér frétt sem að fór eins og eldur sinu hér fyrir einhverju síðan, þar sem að Margrét Friðriksdóttir, sem hafði nú ekki fram að því halla góðu orði á druslugönguna, ég hafði nú lent í deilum við hana á kommentkerfanum, sem ég reyna að forðast svolítið sem ég lenti í deilum við hana og hún uppsögði einhverja frétt að það hefði verið flóttamenn frá Palestínu sem hafi nauðgað ungri stúlku. Já, hópnauðgað mitt, þetta var mjög grafísk lýsing á einhver sem að verðst ekki hafa afskaplega og og í kringum hana og þá frétt, þar hópuðust fram á reitvöllin hver snillingun er og manngerskan eða kvengerskan í þessum einstaklingum en þetta snýri eingöngu að sérstaklega palestínskum flóttamönnum og lituðu mönnunum, þeim glæpamönnum. Þetta er ekki menn sem ég ætla að treysta fyrir
öryggi dóttur minnar út á götu gagvart vinsælu strákanum. Eru þið ekki öryggari með svona menn úti og bara, mér finnst þetta skelfilegt. Mér finnst líka magnað sko með tala sérstaklega þessa leigubílamenningu. Mér starfum ekki áherslu á að erlendir leigubílstjórar séu eitthvað rosalega ógeðslegir og svona, það til alltaf hópur á Facebook sem sérstaklega tilengaður þessu eitthvað svona sögur með leigubílum og varakonur við og þetta mjög svona mikilvægur vettfangur fyrir samstöðu milli kvenna sem hafa upplifað eitthvað slæmt í þessum hjá leigubílstjórum. En þess mamma mín sem 55 ára var að segja frá því að hún hefði aldrei upplifað ofbeldi eða neins konar áreitni frá leigubílstjórum nema þeim íslensku og ég get alveg sagt sama að ég persónulega tekið leigubíla alveg slatta af djamminu og svona ég hef ekki einu sinni upplifað ofbeldi eða áreitni frá erlendum leigubílstjóra, það oftast íslenskir og mér finnst það bara svo hryllileg leið til þess að vinna gegn hóp sem bara reyna að koma til landsins til þess að finna öruggan stað og vinna og borga skatta og svona, mér finnst það bara eins og þetta vandamál hafi ekki nú þegar verið til staðar svo löngu áður, sérstaklega með leigubílstjóra, mér finnst það bara alveg, já. En hvernig líður þolendum þegar ofbeldi gegn þeim tekið með þessum hætti og notað einhvern veginn svona til þess sem vopnvæðing gegn sko öðrum hópi. Þetta ekki einhvern veginn svona, ég meina við hljótum einhvern veginn að geta svona bara einhvern veginn, við hljótum að geta gert eitthvað í þessu. Þetta einhvern veginn svona, manni líður eins og það sé verið að taka eitthvað úr höndunum á manni. Við verðum fyrst og fremst, við verðum að ávarpa þetta og við verðum að viðurkenna, við verðum að bara gangast við því og tala það að þarna verið að klæða þolenda, bara rasisma í búning þolendastuðnings og við verðum bara að ávarpa, það þannig. Ég samanlega þessu. Já, ég held að við getum alveg við veitum það allar að því að gerendur ofbeldis þverskurður á öllum samfélagum alls staðar í heiminum, hvorki meira en minna af íslenskum eða erlendum aðilum og ég held að þessir ef það ykkur baráttumenn gegn ofbeldi þá held ég að hljóta þurfa að taka þá til alls staðar í öllum skúfum vegna þess að það alveg jafn mikið íslensku gerendum eins og erlendum, við höfum alla tölfræði sem segja það og þetta auðvitað einstaklingar á öllum stigum þjóðfélagsins alveg sama hvar þeir eru eða hverjir og þannig ég held að vera að afvegaleiða umræðuna þannig hátt auðvitað dregur bara úr mikilvægu umræðunar og úr alvarleika ofbeldisins og fyrir að beina sjónum að ykkur öðru og ég held að það sé líka rosalega mikilvægt fyrir alla sem að stökkva og þannig vagna vera að skreita sig með áföllum annara og ganga fram sem ykkur rittarar í þeirra nafni að þeir verða alltaf að hafa leyfi þolenda fyrir ykkur slíkum gjörningum og ég held að því miður að það hafi ekki verið mikið hugsað það. Nei, þetta, ég veit nokkra þolendur sem einmitt trygguruðust svolítið við að sjá nákvæmlega þetta. Arabíska þolendur sem að til dæmis líka trygguruðust mjög mikið við nákvæmlega þetta. En það eitt sem að mér þykir svolítið áhugavert í þessu og ég talaði við Drífu Snædal hérna fyrir einhverju síðan og hún talaði þetta að það væru, ég meina, við erum á Íslandi, það eru miklu meiri líkur á því að það verði brotið gegn þér af Íslandingi. En hún talaði líka þetta sko að þetta ofbeldi sem gerist yfirleitt heima hjá okkur eða gerist ekki út á götunni í miðbæ og það svona finnst manni þetta einmitt vera svolítið svona ef einhver upplifir öryggi í þessari sveit þannig að þá það mjög falskt öryggi. Akkurat þetta og líka bara við getum ekki að vera að uppræta kynferðisofbeldi með því að beita ofbeldi og þá bara eitthvað random fólk ofbeldi og við getum ekki verið að klína þessa útlendinga. Það bara ekki þannig og þetta útrúlega stuðandi að sjá þetta að því ég myndi freka vilja umbreyta þessum hópi í að mæta og styðja þolendur í því sem þeir eru að gera. Ef þetta eru einstaklingar sem virkilega á móti ofbeldi og gegn kynferðisofbeldi og ofbeldi gegn konum og börnum að það þurfa að styðja konur í baráttunni, þau láta í sér heyra þegar aðrir eru að beita ofbeldi en ekki fara út á göturnar og reyna að finna eitthvað fólk til að beita ofbeldi. Það bara meikar engan sens fyrir mér.
Fyrir utan það við vitum það allar sem að hér sitjum að hérna konur eru búin að draga vagninni í jafnréttisbaráttunni hérna frá því við munum eftir okkur og þótt að séu auðvitað hérna tölvört að karlmennum sem styðja þessa baráttu þá þeir auðvitað miklu minni hluta með við þá menn sem að sitja oft aðgerðalausir heima þannig ég held að ef að eitthvað á að færast áfram í umræðunum kynbundið ofbeldi og hérna ofbeldi nánu sambandum og kynferðisbrotin auðvitað að þá hljótu það að vera líka að þessir einstaklingar sem að vita það kannski sjálfur að þeir eru ekki að beita ofbeldi en þeir sitja hjá þegar umræðum ofbeldi fyrir fram og þeir sitja hjá þegar að þeir heyra jafnvel hérna kollega sína að vera að tala niðrindi eða á undirskipandi hátt konur og þeir eru þá með því að viðhalda þessu misrétti og það held ég að sé mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem að vilja styðja við baráttuna að þeir þurfu ekki annað en að standa upp og segja ok, við þurfum ekki að tala svona hér eða þetta finnst mér ósmekklegt eða þú veist þetta, ég er ekki tilbúin að taka þátt í þessu og það alveg ótrúlegt hvað þetta eitt getur gert að bara nokkra einstaklingar bara vinnustað eða annað sem bara taka sér saman og segja bara ok, herðu þetta ekki boðið hér og ekki heldur inn í kallaklefa eða á kaffestofunni þegar bara kallar eða eitthvað svoleiðis að þeir geta breytt miklu og ég held að þetta væri til dæmis mjög góð barátta sem að menn getur byrjað á að heyja. Já, það þarf ekki bara í mertanvarning og skunda niður í bæjum helgar en þeir eru með mertanvarning. Við erum það, já, sem mælum meira með að kaupa heldur en þetta sko, þetta rugl. Já, við erum varning, við verðum bara með okkar gamla varning sem búið að vera sölu sísta árin, hann svona, það að hann er að fækka, það bara við erum að selja sama síðust árin sko. En við sexast á lagerinn. Já, við erum að selja lager. Já, það er lagerinn sko. Já, en við verðum sem sagt með nýjan varning sem kemur núna út fyrir 50 daginn, það sem peppkvöldið druslungarnar verður og hann sem sérstaklega tilengaður Ólöfu Töru og þessar 2 bólir með sem sagt beinum tilvitnirum í hana með nafnir hennar og drusliháttina aftan á og þess gróðin á þeim ból ásamt öllum framöfgróða göngunar fer í minningasjóð Ólafar Töru sem verið bara að í rauninni leggja lokahönd á núna af aðstandendum og við erum miklu samtali við þær í rauninni systurinnar og mömmu sko þetta allt og þetta verður bara held ég mjög þetta var það sem þeim fast fallegast að gera sko en þær vildu ekki eins mikið vera framlínunni þannig að þetta er bara mjög ferskt enda á en þetta er svona mjög þetta það sem okkur þótti verðinga mest Þetta var þetta sviplegt fráfall ég veit að Ólöf Tara var þið voru nánar við vorum samhryggist innilega sko, hvað getur þú sagt okkur aðeins frá þessum minningasjóði? Já, þessi minningasjóður er stofnar af aðstandendum á fjölskyldu Ólafar Töru og tilgangurinn með honum er að styrkja mitt framlínu fólk og verkefni sem tengjast barninu gegn kynbundnu ofbeldi og það stendur til að gefa út styrk á afmælisdeginum ég er ekki alveg með að hreina hvort það verði annað hvert ár eða eitthvað slíkt, það minnst það líklegt og ég bara hlakka til að sjá hvaða verkefni verða styrkt af þessum sjóði. Þetta er þetta ótrúlega þarft og bara ótrúlega þakklátt fyrir þessi sjóður sem settur á laginnar. Já, þetta er alveg frábært og það er greinlegt að það er mikil grasrótastarf og það er margt í gangi baráttan gegn kynbundnu ofbeldi er hvergi nærri lokið Þið verðið væntanlega allar í Druslugöggu á laugardaginn, hún er á laugardaginn, eða ekki? Yes. Frá Hallgrímskirkju? Já. Ég verði miður Erlendis, ég er mjög neyður því þótt að vera gaman að vera þar. Já. Verð með næst. Já, í anda, það er nóg. Í anda, algjörlega. Kaupi varning. Já. En það er kannski svona aðeins áður en að ég slepp ykkur af því það er svo góðmennt hérna við borðið það er svo ánægilegt að hafa svona marga góða að spila við þá hérna, mér langar aðeins að rýna meira í þessar frávísun og þessar sýknudóma sem að hafa verið að falla núna og það er verið að segja og ég fór alltaf að velta fyrir mér svona í dag þegar ég var einmitt að lesa ennið sýknudómin hvort að sko þeir væru eitthvað svona afleiðing þess að við værum að kæra í auknum mæli eða það væri fleiri brot eða að því að mér finnst þetta var orðið svo tíðar fréttir hafið þið einhverja vitneskju slíkt? Ég hef ekki vitneskju slíkt en þetta er náttúrulega dómarar eftir dómafordæmi líka þannig að við erum alltaf í þessari lúpu einhvern veginn og hvernig komast út úr þessari lúpu við gerum það þetta með því að vera með hugafarsbreytingu gagnvart þeim gögnum sem liggja fyrir
og með því að hafa áfalla með að nálgun og endurmenntun dómara. Þangað til, og náttúrulega lagabreitingar náttúrulega grunnurinn, en þangað til að þessir hlekkir fara að vera í réttum takti, að þá þetta bara svolítið staðan. Þetta auðvitað, ég held kannski aukin fréttaflutningun, en þetta auðvitað búið að vera staðan núna bara lengi vel, þannig að þetta ekkert nýtt í þolendarsamfélaginu. Það það nefnilega ekki, og þú komst inn á það áðan hérna að kunningin eða vinuðin hafi sagt þér að dóttir hans hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi og hann hafi ekki lögfræðingur og ekki ráðlagt dóttir svona kæra, og ég hef stundu velt þessu fyrir mér. Ég var heppin. Ég kærði og þeir voru dæmdir. Því áverkarnir voru þessi að það bara var ekki þetta segja þetta hafi verið eitthvað gráðsvæði, og ég stundu velti fyrir mér og hef tekið gegnum, þetta 9. árum mitt núna, síðasta ári sem ég ætla að vera sveiti. Og mörg þólenda viðtöl eða samtöl, fólk þólendur koma og opna sig fyrir manni, eðlilega. Og ég hugsa, ef þetta dóttir mín sem sætir fyrir fram að mig var að segja mig frá þessu, myndi ég ráðleggja hann að kæra. Ég myndi ekki gera það. Ég myndi ekki ráðleggja hann að kæra. Þannig að það sem þú ert að segja, ég held að það þurfi að fara það svo margt sem þarf að fara í gang. Það svo margt sem þarf að breyta, ekki bara lögin, sem segir endurmenntun dómar og áfalla með nálgun og þegar maður les þessar frávísanir og sýknudóma, þá veit ég hvort maður verður meira sorgmættur eða rauður. Já, bara að blanda af þessu öllu held ég, sko. Ég meina eins og þú veist, ég var 18 ára gömul þegar ég lenti í minni nauðgun, sko. Og mér finnst bara, þegar ég var 18, þá hafði ég nákvæmlega ekki, sko, korn af trú að þetta myndi fara í gegn, af því ég bara hugsaði strax bara, já, ok, það var ölvun, þetta aldrei að fara að gerast, af því bara, það var það eina sem ég hefði sagt, að þú veist, já, þú getur kært, þú getur reynt, það verður mynd dragast á í 2-3 ár og þú myndir að segja alltaf þetta bara nýtt og reyna að muna þetta og það mun ekki trúa þér og það bara var ekki að fara að gerast. Þannig að ég bara gaf strax upp í rauninni og bara fór að fókusa á hvernig ég sjálf geti einhvern veginn að gleyma sér bara og að halda áfram, sko. En mér finnst alveg magnað að þú veist hversu margar úlingshjálpur og bara úlingar yfir höfuð og bara ungt fólk yfir höfuð hefur bara nákvæmlega ekki, sko, já, bara korn af trú á neinu af þessu og rauninni ekki á skólinum sínum, ekki á umhverfinu sínu, fjölskyldu, bara samnemendum, neitt, þetta allt bara... Það mjög veikt samfélag. Mjög veikt samfélag. Eins og mjög veikt samfélag það sem að unga fólkið einhvern veginn trúir ekki á svona bjargaráðin. Þetta alls ekki og það trúir heldur ekki á að mér þess að bara vini sínir munu ekki, það trúir ekki svona á að vinir manns, nánasta fólk kring mann muni trúa sér eða endilega gera eitthvað í því. Þetta alltaf málið það, þú getur sagt eitthvað en svo gjörðir skipta málinu alltaf. En já, mér finnst alveg, já. En svo þetta líka staðreind að við dæmum oft út frá lifaðar reynslu og að meðan að meiri hluti dómara karlkyns sem hafa enga lifaðar reynslu af því að vera konur eða minni hluti hópur yfir höfuð, það hafa ekki verið litaðar konur og hafa ekki verið konur sem tala ekki íslensku og þar fram eftir götunum, þá segir það sér sjálft að það erfiðara fyrir þá að setja sig í þessa stöðu og við erum líka ofta að lesa að framburður hafi verið stöðugur og maður hugsaður að í hver skipti hversu ósennilegt að manneski miklu áfalli sem með stöðan framburð og svo oft verið að tala um þessa áverka og áverkar eftir kynferðisbrot þurfa alls ekki að vera vegna þess að það þarf jafnvel að vera mjög gróft kynferðisbrot til þess að skilja eftir áverka fyrir utan það er alls konar þættir sem að verða í áfallinu sjálfu sem að verður til þess að verða jafnvel minni áverkar vegna þess að við vitum það þú veist að konur þarf frjósa og konur þarf fara í geðjun og þær fari alls konar að reyna að debeita sig út úr aðstæðanum sem að þetta veldur því að það verður jafnvel minni áverkar. Þannig held að þegar að dómarar og í rauninni þeir sem að koma að þessum brotum hafi kannski og náttúrulega þarf að breyta löggjöf til þess að það væri hægt að rýna þessi brot með fleiri augum, með fleiri tækjum og tólum að þegar að það fer að vera normalt að vera óstöðugur í framburði vegna þess að þú manst ekki út áfallastreitu eða þú varst með drukkin og hefur ekki tökað þeim að þegar að þessi þættir fara að koma til að þá held ég að þú veist að það veri miklu meira, þú veist, meiri skilningur á brotunum og afleiðingunum og líka þá að samfélagi sjálf skilji betur einmitt bara hvaðan
þú veist, hvað býr að baki. Því að þegar þetta er afgreitt eins og umferðarlagabrot eða eitthvað skilur sem er mjög svona borðleggjandi, ekki samskipti fólk sem er mjög óáræðanleg. En þú veist það, jú, ég keyrði á húsvegg, jú, ég var á bíl eða ökutæki og hérna var veggur og ég keyrði á hann. Þetta er mjög borðleggjandi. En í samskipti fólks, þá getur þetta kannski aldrei orðið akkur þetta, þannig að það þarf kannski einmitt eitthvað annað að koma til, eins og þessu uppbyggilega réttvísi eða eitthvað slíkt. Þannig að gerendur gerir sig grein fyrir hvaða skaða þeir voru að valda og getur þá bætt betur og þolendur upplifi að það hafi verið hlusta á þá og þeir hafi fengið svona lokun á sínu máli og að þeim hafi verið trúað og ég held að það sé einmitt akkurat málið að ég held að bara flest allir, þú veist, ég hef líka orðið fyrir kynferðisbroti oftar en einu sinni, að það er akkurat þetta, þú veist, að þú veist, verður með trúað. Trúir einhver að hann hafi gert þetta og þegar að þú veist, vegna þess að það er oft svona ákveðin þröskuldur og svo er þetta dómskerfi sem að við vitum að geti, þú veist, að við vitum hver tölfræðin er þar. Þannig að þú veist, að ég hugsa að það þurfa að koma til einhver önnur nálgun til þessi einhvern veginn að þolendur nái betri bata eftir svona áföll að sé ekki að eins og við sjáum oft hjá okkur að það fólk eru að koma áratugum setna, búið að fara hring eftir hring í kerfinu, fara til sálfræðings hér, fara í viðtöl þarna og gera eitthvað svoleiðis. En svo kemur það kannski og það er bara gott fyrir fólk að vita þótt að það sé akkurat ekki það sem við erum að tala í dag, en fólk getur komið brot sem eru fyrnd samkvæmt skilgreiningu, það verður ekki rannsakað og það er hægt að koma til lögreglunnar í Berkelíðar og greina frá sem brotum og skrá þau og maður sér það ofta að fólk eru að koma kannski einmitt áratugum setna og það gerir það næri einhvern veginn rétt úr sér að ganga og það var eitthvað sem tók við því. Þótt að það ekki rannsakað og þótt að það ekki, þú veist, dómtekið, en þá var það, þú veist, og þetta er svona síðasti hlekkurinn vegna þess að fólk vill auðvitað bara að því sé trúað og að það sem kom fyrir það að einhver svona segi, ég skilði, ég veit það, ég trúi þér og ég ætla að skrifa þetta hérna niður og þetta fer í einhverja lögregluskýrslu, skilur, þótt að rannsókn verði ekki hafin. En það er samt, hjálpar ekki þeim sem eru að koma með nýleg brot og og einmitt upplifa að þetta sé ekki farvegurinn. Þannig að við þurfum að hugsa ykkur af fleiri leiðir held ég að íta á. Ég held að. Og svo eins, ef að menn eru dæmdir fyrir brotin, að þeim sé tekið innan innan fangelsisins, sko, þeir sem hjálpa til betrunar. En við hefum mikið fjallað að það sé ýmsu ábótavant betrunarvist á Íslandi. Þannig að þetta er alveg heilmikill flokkur, stórt og mikið verk framundan, en það verður líka að gleðjast yfir því sem vel gert og þessi bardagi hefur skilað ansi mörgu. Og við sjáumst í drusligöngu. Já. Og þakka ykkur kærlega fyrir að vera með og við tókum við þær stuttarauglýsingar og svo höldum við áfram. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Já, herðu, við ætlum núna að tala stjórnmál, þingið er farið heim, en þetta er búið að vera svolítið sérstakt ár, þetta er náttúrulega fyrstu skref nýra ríkisstjórnar og það var mikill hiti í þinginu og stjórnarandstaðan svolítið að þrefa fyrir sér og kannski ríkisstjórnarflokkarnir líka. Þannig að við ætlum aðeins að reyna að taka púlsinn á stjórnmálum á miðju sumri, á miðju heitu sumri og Eiríkur Bergmann, prófessor Bifröst er hér. Það reynir svolítið á stjórnmálaflokkana. Bæði stjórnmálaflokkana. Já. Það reynir mikið á samfylkingu Kristrúnar Frostadóttur. Kannski Viðreisn Katrínar, Þorgerðar Katrínar. Og ekki síður flokk fólksins Ingu Sæland. En síðan hinum megin að þá eru flokkar í stjórnarandstöðu, Framsókn, sem að þarf að feta sig svolítið eftir því og Sjálfstæðisflokkur sem ekki er vanur í að vera í stjórnarandstöðu. Það er helst að miðflokkurinn. Hann er eins og hann var. Það ekki? Jú, það er stuð á Sigmundi allavega. Já, og Bergþóri. Og Bergþóri, já. Þetta er, miðflokkurinn held ég með nokkuð svona skýra sín og skýra stöðu, Og náttúrulega þessi Evrópusambandsmáli núna stökkvað er á alla anga þess máls alveg. Sama hversu veigamiklir eða smávægilegir þeir nú kunna vera, Að fara þar eftir því öllu. Jú, ég meina, þú veist, skrítin, sumt skrítin þingvetur, þetta kosningar, haust og ríkisstjórn sem kemur í byrjun árs og stutt þing og sem endar í þessu átökum. Þannig að þetta er nú svona, hvað er komið fram miðjan júlí og það er á nú alltaf liggja í láginni núna, en það er alltaf gírast upp í einhver mögnuð átök. Það finnur það alveg, Við tölum það áðan að stjórnarandstaðan væri svolítið í ham sem að kannski má kenna við Davíð Oddsson, ráðleggingar hans, eftir reynsluna að vera í stjórnarandstöðu 78 til 82 í Reykjavíkurborg, vera bara móti öllu, draga úr trúverðurleika stjórnvalda með öllum tiltakum ráðum. Já, svo er það nú spurning, hvað aðferðir sem að dugðu í því þjóðfélagi sem þá var, hversu langt það er ná í samtímanum. Það er ekkert augljóst að það sé endilega það sama sem gangi eftir núna. Stjórnarandstaðan hefur verið að reyna að ná einhverjum tökum á stjórninni og það hefur ekkert gengið neitt sérstaklega vel og það gekk bara alls ekkert í þessu veiðigjaldamáli, Og það var ekki mál, held ég, þar sem að stjórnarandstaðan getur náð einhverju sterkum tökum á stjórninni. Það er miklu frekar Evrópusambandsmálið og svona einhver átakamál sem framundan eru, sem nú kannski meiri möguleikar hvað það varðar, þannig að þetta svakalega málþófa, það skilaði ekki miklu, Mennur í fylgi? Í fylgi, já. Eða í stuðningi? Já. Eða bara svona í þessari leit eftir í glímunni, að ná einhverjum tökum í glímunni, þetta skilaði ekki miklu því, En maður heyrið á talsmátunum að þetta meir og minna snýst það að reyna að finna einhverja veikleika hjá ríkisstjórninu og pota í þá. Já. Það núna maður í dag svona flokkur fólksins hafi ekki fengið sín mál fram, hjá einhverjum, sem að sömuleyti er rétt, en í munni stjórnarandstöðu þeir gráta það ekkert að flokkur fólksins hafi ekki fengið sínu fram, að því voru á móti flestum af málunum. Þá þeir að orða þetta í vonum að eitthvað bakland í flokki fólksins verði óanægt og það grafi undan stjórninni. Það er svona verið að reyna að svona sundra samstöðu ríkisstjórnarflokkarna með því að benda á kannski svona rýra uppskeru flokks fólksins á þessum vetrum. Skattahækkanir, það er ætlað fyrir bakland Viðreisnar. Einhver svona undir lokin í þinginu að þá var það að Kristrún Frostadóttir væri bara ekki leiðtogi. Heldur væri hún svona kláraða stelpan í skólanum sem alltaf fekk A, en væri ekki góð í mannlegum samskiptum og gæti bara ekki lokað samningunum í lokin.
Það var eitt sem var sett. Það er sett alls konar hlutir í gang. Það er allt sett út, sko. En þetta er ekkert að þessu pólitík. Nei, ekkert að þessu pólitík og ekkert að þessu enn sem komið hefur bitið neitt að ráði. Það er kannski hægt að búa til eitthvað óróa í baklandi, sko, flokks fólksins. Ég hugsa að það geti kannski verið, þú veist, svona vænlegasta leiðin að reyna að búa til óanægju þar. Og þá er markmiðið það að gera ríkisstjórnina veika. Já, búa til misklíð innan ríkisstjórnar. Það er leiðin. Að reyna að kljúfa kljúfa flokk fólksins svona aðeins frá hinum með því að segja að þau eru nú ekki góð við ykkur, sko. Og við erum á leiðin inn í Evrópusambandið og sem þið viljið ekki fara. Og það er ekki ykkar mál og svona. En núna það þarf líka að koma í ljós kannski hvað þeim tekst upp með þetta strandveiðimál, sko. Það er nú eiginlega heilt ár sem hafa til þess að ganga frá því. Það byrjar ekki næsta verkefni fyrir 1. maí. En sko ég held að bara málið er að ef að þetta vor og sumar gefur eitthvað tón fyrir næsta vetur, þá er þingið bara að fara í beinátök og spursmálið er þá hvernig ætla stjórna meirihlutin að sko fóta sig í því umhverfi. Ætla menn að fara að taka hér upp takmarkaða umræðu sem bara aðferð sem er sett fyrirfram, það er hægt að gera það. Eins og sumstaðar er gert, það er bara ákveðið fyrirfram að við ætlum að taka 6 klukkutíma í umræðina þessa tillögu. Og íslensk þingsköp heimila þetta. Það hefur bara ekki verið vaninn að gera það. Það hefur verið gert áður. Það hefur verið gert að einhverju leyti, en sko það eru þarna breytingin á þingskapalögunum 2007 og er það ekki svo aftur, ég man það ekki hvort það er 2012 eða eitthvað. Þetta er ekki 2009 sem er svo breytt sem að málþófið byggði á. Ég man að ég las eitthvað það er 2007. Að þeir ætluðu að setja reglu til þess að koma í veg fyrir málþóf en opnuðu fyrir þetta. Já, það er allavega að samanlögðu þessar breytingar sem urðu þarna 2007 til 12 að þá sem sagt málþóf bara heimilað og gert alveg ofboðslega auðvelt. Það er svona áreynslu lítið fyrir sko einhverja þingflokksformenn að stilla upp dagskrá bara í Excel-skjali og 2-3 þingmenn bara í einu í þingsal geta haldið úti umræðinu gangandi bara endalaust. Og sko ef við bara skrúum þetta allt upp í svona yktustu mögulegu leið, þá getur runni stjórnarandstaða bara stífla þingið bara með allt. Það bara fer ekkert í gegn. Það hefur aldrei verið gert áður og þetta mál þó núna, þannig tekið þetta mál og stífla þau öll önnur mál, en það var ekki fyrir undir lok þingsins sem að þetta gerist. En það er líka, ef menn ætla sér að fara í svona leiðangur á að gera þetta strax, en þá er svar meiri hluta Alþingis að takmarka umræðuna fyrirfram. En ef það er ekki sátt á milli stjórnar og stjórnarandstöðu, að þá ef að stjórnin ætlar að gera þetta, þá þarf hún að takmarka ræðutíma í öllum málum. Í öllum málum, já. Þá verður það orðið þannig. Þá er það sem gerist. Og þá ertu komið grundvallarbreytingu í pólitískri menningu þjóðarinnar. Bara svona þá er bara pólitísk menning umturnast í landinu ef þetta gerist. Það á ekki bara við ræðuhöldin, en það kannski það sem að myndi gerast og að sömuleyti sem að rýmis merkið þess núna hvernig fólk talar andstæðinga sinni í pólitík. Það fara að minna mann á hvernig það er víða erlendis. Það sem að þeir sem eru ekki minnar skoðunar eru bara svikarar, eru vittlausir eða eins og Jón Pétur Símsen verið að segja, bara einhverju karakterbrestir sem að væru á þeim sem væru pólitískir andstæðingar. Að við höfum séð stjórnmálamenningu í öðru löndum klofnar algjörlega svona. Þetta er svona óvinavæðing andstæðingarna. Það er þegar að þú breytir andstæðingnum þínum í svona einhvern jafningja sem þú ert að takast á við á einhverjum svona sameiginlegum vettvangi og gerir hann retorist að óvinni. Og óvinnur er einhver sem þú þarft að bara ráða niðurlögum við með öllum tiltækum ráðum. Þá eru almennar leikreglur eins og eiga bara við á fótboltavelli þessum hún mætir andstæðingi eða
þingsal eða eitthvað starra sem við höfum komið okkur saman sameiginlegar reglur, þá eru þær bara farnar og þú mætir honum eins og þú myndir mæta óvinnaher. En ekki margt sem betur fyrir þess að við séum á leiðinni þangað? Jú, við erum á leiðinni í þess átt, það óvinnavæðing í stjórnmálunum. Og heyrir þetta á miðflokknum sem er mjög sterkur svikarar og hluti af Sjálfstæðisflokknum tekur undir þetta? Já, það er þetta búa til svikar og anstæðingum sínum. Ætla að selja auðlindirna til Evrópu er eitt sem er handið fram? Þá erum við ekki tveir einstaklingar sem tökumst á sjónamið og hugsjónir og stefnu og leiðir og aðferðir heldur erum við farin að að berjast og það er það sem er svolítið mikið að gerast og hefur verið að gerast í stjórnmálum. Þetta er partur af skautunin í samfélaginu þar sem við hólfaskiptum fólki með þessum hætti, okkur sem að tilheyrir svona okkar hópi og við viljum vernda og svo hinna sem að okkur stæðjar ógnað og við þurfum að verjast og svo er þetta eitur í samfélaginu þegar að síðan er stöðugt verið að benda á innri svikara sem er einhvern veginn í liði með óvinnunum og þá þarf að fara að uppræta svikaranna Og þetta er eiginlega svona hættulegasta þróunin í stjórnmála menningu þegar þetta byrjar að gerast í of miklu mæli. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum, við sjáum þetta bara út allt En við munum eftir þessu úr ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarna 2013 til 16 að þá var það í orðræðu Sigmundar að þá voru þeir sem að voru andstæðingar hans voru oft í vinnu fyrir slitastjórnir bankana. Já, útsendarar. Hann hélt í fram með allir sem andmælt honum. Hinna illu afla. Já. Ég meina algjörlega. Það má alveg finna dæmi þessa tegund orðræðu sem hefur grafið sig víða hjá okkur. Ég meina, ég ætla svo sem ekkert endilega að taka Sigmund út, en það er alveg hægt að finna dæmi hjá honum eins og mörgum öðrum. Já. Þetta var mjög áberandi honum sem er svona klassíst að raunverulegt að vinna eftir handbendi erlendra afla og er þar alveg landráðamaður. Já. Það lá í hlutarins eðli. Annað sem að talandi svona, það er orðræða sem ég veit ekki sem að stundu fer inn á þing sem er það að það sé haldi frá okkur raunverulegri stöðu í svokallum útlendingamálum. Já. Að hún sé miklu verri heldur en að við heyrum af. En þessi umræða kemur inn á þing og þá er þetta orðið einhvern samsæri lögreglunar og landamæravarða og skólafólks og guð má vita hverju ekki sem er að þagga niður og þegja einhvern ástand. Ég sá að blaðamaður á Morgunblaðinu sem var að halda því fram að það væri ekki fjallað það, það var einhverju palestínumenn sem hafa verið búin að taka yfir fæðingadeildina og þess að það væri fjallað það. Þannig að svona fréttir fara mikið í gang og einhver leiti þá er eins og okkar stjórnmála menning sé svolítið á leiðinni á svona svæði sem að þú erum fyrir að rannsaka. Jú, heldur betur maður er nú búin að sjá þetta koma yfir eitthvað tíma og þetta er allt á leiðinni hingað. Allar rannsóknir, og ég nú þekki þær nú ágætlega, á stöðu innflytjendamála í löndunum í kringum okkur benda til þess að umræðan sé nú ekki traustu grundvöllur endilega undir henni allir saman og nú ætla ég svo sem ekkert að skipta mér að því hvað fólki á að finnast hvort að það séu of margir aðkomumenn eða fáir eða er komið frá vitlausu stöðum eða sé eitthvað röng samsetning, það getur bara hver sem er haft hvaða afstöðu til þess að við gerum nægt til þess að taka á móti þeim. Já, án þess að það ká eitthvað upp á mig en hins vegar er ofboðsleg skekkja í allri umræðu. Það er miklu meiri eftirspurn eftir því í fjölmiðlum til dæmis ef að útlendingar fremja afbrot heldur en ef að heimafólk gerir það. Þetta bara sína allar rannsóknir er miklu meiri umfjöllun slíkt. Slíki glæpir eru þeir eru málaðir í miklu verra ljósi heldur en þegar innflytjendur gera þetta. Það er alið og ótta og það er miklu meiri ótti í kringum slík afbrot og afbrotafræðingarnir hafa bara
sýnt fram á það að aðkomu fólk fremur ekkert meiri glæpi heldur en sko annað fólk í samfélaginu, þó svo að þú getur auðvitað alltaf fundið einhverja vasa, einhver tilvik þar sem að tíðnin verður meiri. Yfirleitt það nú bara þannig að sko fangelsin eru full af fátæku fólki. Innflytjendur eru yfirleitt í fátækustu svona meðal þeirra fátækustu í hverju samfélagi. Þannig að þú getur alltaf fundið einhverja úr einhverjum hverfum sem eru svona yfirrepresenteraðir, en þá eru þeir það yfirleitt aldrei einhverju sko umfram innfæddara í svipari stöðu en eitt slíkt. Þannig að allt þetta gefur falska mynd og það óbúslega fölsk mynd af þess. Við til dæmis sjáum það að í skoðanakönnunum sem eru gerðar, þar sem spurt hvað fólk telur sko hlutfall innflytjenda vera í samfélaginu sínu, þá ofmetur þá tölu alveg ofboðslega. Út af fréttaflutningi. Út af fréttaflutningurinn býr til tilfinningu að þetta sé miklu meira vandamál, vegna þess að vandamálið blásið upp þegar kemur þessar kannanir hafa sýnt að við ofmetum fjöldan svona þrefalt almennt á Vesturlöndum. Þetta liggur bara nokkuð ljóst fyrir. Þó þetta séu falska myndir, þá þetta raunverulegar myndir. Margt af því eru þetta raunverulegt, það bara sko ýkt, það blásið upp og það magnað upp, en það ekki þar með að það sé engin vandamál til að takast á. En svo þetta líka byggt á einhverjum svona ótta eða á fólki við þá sem eru öðruvísu annars líkt. Ef ég má taka svona dæmi að þegar nýju geðlyfin komið fram, svona 58 til 62, að þá voru opnuð geðveikrahælina sem fólk hafði bara verið tekið og látið deyja í vanrækslu upp til sveita á hælum. Og það fólk kom út í samfélagið og þá kemur fólk inn í samfélagið sem áður hafði verið bara tekið þær í burtu og verður svona ótti við þetta fólk. Og ég held að Psycho, myndin hans Hitchcock, segir svona dæmi það sem kemur hugmyndin það að þetta sé hættulegt fólk. Og nú getum við verið með eitthvað frá geðhjálp sem að segja nákvæmlega sem mást að segja á það. Allar rannsóknir sína það að fólk með geðraskanir ekki líklegri til að fremja afbrot, ekki alvarlega afbrot heldur en annað fólk. En samt þetta 60-70 árum setna ennþá sko ríkjandi trú og talandi sko fréttaflutning að þegar einhver sem á við geðraskanir að glíma, kannski einhver sem fekk ekki aðstóð fremur alvarlegan glæp, að þá miklu meira fjallað þær fréttir og í lengra máli og lengri eftirmál heldur en ef að ógeðfallaði maður fremur. Og ég meina þetta hangir auðvitað allt saman við samfélagi, sko, þið fjölmiðlamenn hafið útskýrt það fyrir mér margoft, sko, að fréttir eru ekki eitthvað sem gerist í einhverju tímar og sko tómarúmið, þetta heldur ekki eitthvað sem að bara sko, fjölmiðlamaðurinn einn og sér ákveður að sér finnist vera áhugavert fyrir samfélagið og eitthvað, sem sagt, fréttir eru bara það sem fólk vil lesa. Ég meina, þetta bara eins og hverjunur framleiðsla af þessu leitinu til og ef að fólk vill lesa það að innflytjendur fremji afbrot og það augljós eftirspurn eftir því, þá eru skrifaðar fleiri fréttir það. En þá myndum maður ætla að vera hlutverk stjórnvalda að stíga inn sem að mér finnst alltaf svolítið vantað upp á hér, að ef það er komið þannig að það eru menn í sérmerktum peysum niður í bæ eins og brúnstakkar, þá erum við náttúrulega komið með ástandið á okkur mjög alvarlega stað, þar sem að viðbröðin við þessum fréttum eða þessari umræðu sem þú ert að lýsa orðið sjálfstætt vandamál. Já, út af því að þegar þú býr til þegar þú elur ótta í samfélagi, að þá leiðir það auðvitað til viðbröða. Þetta við höfum síðan alltaf alveg stöðut óttaprang í gangi í þjóðfélaginu í garð aðkomu fólks og margs annars reyndar en svona sérilagi í garð aðkomu fólks og það að fólk taki síðan einhvern veginn sko lögin í eigin hendur og ætla að fara að takast á við þetta vandamál fylgifiskur slíks. Og þetta hefur séð í löndunum í kringum okkur bara mjög víða að svona þjóðernisbullur hafa verið að láta til sín taka,
hermenn Óðins í Finnlandi, samsvarandi hreyfingar víða á Norðurlöndunum. Það voru óeirðir í Bretlandi, ég man ekki hvað var, núna í helgina, það sem var búið að umkringja eitthvað hótel, það sem átt að vera eitthvað innflytjendur, dauðadrukknir englendingar á laugardagskvöldi. Já, og þetta sko svona orðræða magnar upp allt slíkt og mannskepnan í hóp og sem að breytist í múg kannski eitthvað það hættulegasta sem við sjáum í þjóðfélögum. Þetta var að ganga yfir Spán núna fyrir rúmri viku? Já, ég þekki nákvæmlega til á Spáni, ég held svolítið til þar og mér hefur þetta fundist áhugavert með Spán að þrátt fyrir að þú geti fundið alls konar svona dæmi að þá þetta nú kannski svona útverður hins frjálslinda manns Spát sko. Og þar til dæmis það ægir saman fólki af öllum uppruna og hvaðana af úr heiminn náttúrulega gríðarlega margt fólk frá Rómönsku Ameríku og bara hvaðana af og maður sér ekki að þetta sé mikið vandamál í spænsku samfélagi. Það ekki mikið svona árekstra og átök á Spáni milli innfæddra og aðkomi fólks og spænska ríkisstjórnin eiginlega svo eina sem ekki stöðugt að tala að herða eitthvað tök á landamærum. Þó hún hafi vissulega gert það mjög miklu leyti út í þessari flóttamannakrísu sko. Maður hefur nú orðið var við það líka bara sjálfur að það miklu meiri svona gæsla á hafinu til dæmis sko heldur en var hér í eina tíð. En þá þá finnst mér einmitt Spánn vera mjög gott dæmi svona ákveðna farsæld í þessum efnum. Það nefnilega hugtak sem heitir aporofóbía sem var búið til af spænskum félagsfræðing sem byggði einmitt á þessu svona að segja sem að sagði að við á Spáni við bara könnumst ekki við andúð á útlendingum því það bara passar ekki við hvernig samfélagið samsett og það bara ekki merki það. En hins vegar þessi andúð á flóttafólki og það var búið til þetta hugtak aporofóbía sem eiginlega fæð á bjargarlausu fólki. Að það breytir öllu að hvort að þetta getur verið innflytjandi sem að spila með Barcelona eða múrarinn í hverfinu eða hvað sem og það bara truflar engan á Spáni. En þegar það kemur að það bjargarlaust fólk sem að kemur flóttafólk á bátum að þá brýst út þessi andúð. Þessi félagsfræðingur var að reyna að skilja það af hverju við Spánverjar með þessa andúð gagnvart þessu fólki þegar það eiginlega engin hefð fyrir útlendingaandúð. Nei, það engin hefð fyrir útlendingaandúð á Spáni og fólk bara þú getur mætt til Spánar og gengið inn í samfélagið bara tekið opnum örmum og ég ekki bara að tala sem einhver hvítur miðaldra kall sem allar gáttir ljúkast upp fyrir sko en þetta alveg rétt, það þessi andúð auðvitað þarna til staðar sko og þetta alveg mjög áhugaverð spurning hjá þessum félagsfræðingi af hverju þetta svona sko en þetta einmitt ekki svona einhver almenn xenofóbía sko, eins og við bara þekkjum mjög víða í Norður-Evrópu og út alla Evrópu og ég til dæmis á Ítalíu sem að mörgu leyti svona samanburðarhæft land við Spán, þá þessi skýri munur á Ítalíu og Spáni sko. En þetta ekki einmitt útlendinga andúð sko í sjálfu sér, þetta ekki svona þjóðernislegt. Eins og víða norðar. Þannig að þessar óeirðir, þetta var næstum óeirðir sem voru á Spáni, að þær ekki eins og maður gæti séð að verða á Ítalíu eða í bæ. Já, sko, það náttúrulega, það hefur nú verið stutt í fasismann, sko, á Spáni og maður hefur alveg tekið eftir því að það undirfinnur frjálslynda yfirborði nú, sko, hinn styrka svona hönd sko og sem alveg tilbúin að kreppa nefan ef til þess kemur hann, ég ætla nú kannski ekki fullir að neitt. En bara Evrópa og vestræni heimur bara tilbúin fyrir valdboð. Það bara, þetta búið að vera að gerast núna yfir einhver 20 ár allavega frá því að ég hef byrjað að sjá merki þessari þróunar og þetta bara sko bara Europe is ripe for a dictator sko. Þetta bara einhvern veginn sko, það einhvern veginn
Og leiðin til valda fyrir slíka menn og slíka flokka að skilgreina stjórnleysi. Já. Það stjórnleysi á landamærunum, það stjórnleysi niður í bæ, það stjórnleysi í leigubílakstri og nú verðum við að grípa inn í óttaprangið. Já. Og það ef Evrópa tilbúin, þá hljómar svolítið bara eins og Íslendingar séu bara undirbúið undir þetta. Ég meina þú sérð bara veröldina, það allir að gíra sig upp í átök. Þú veist, aftur það Spánn, eina landi sem að fór eitthvað að setja spurningamerki við það, viljum við að Þýskaland fari að verja 5% af landsframleiðslu í vopnauppbyggingu. Er það akkurat það sem við viljum? Það fór nú ekki svo vel seinast þegar Þýskaland hervætti. NATO var stofnað til þess að hætta Rússunum úti, Bandaríkjunum inni og Þjóðverjum niður. Já, nákvæmlega. Það var gamla mantran, en núna stendur þetta upp úr öllum. Að það sé bráðnauðsynlegt að herfaðast upp úr öllu valdi og það ekki marga gagnrýnisraddir það. Það bara svona spurning hversu hratt hægt að gera þetta og á hvaða svona svið samfélagsins þetta ganga til þess að flýta fyrir því. Þetta umræðan og það eiginlega engin umræða að þetta sé ekki rétt. Það bara Spánn sem svona eitthvað fyrir geðu. Þetta nú kannski svona eitthvað sem þetta bara aðeins betur og það náttúrulega ansi magnað Þú átt að við að þetta sé næstu svona eitthvað menningarlegt ástand. Ég velti fyrir mér eins og til dæmis með Donald Trump að ég veit ekki hvort að stjórnmálastefna hans ef einhver getur ráði hver hún hafi áhrif. Þetta verða eiginlega frekar svona taktarnir hans og hvernig hann talar andstæðingan og fleira sem hefur áhrif út allt. Að menn taka upp þessa svona einmitt óvinnavæðingu andstæðingana. Tala fyrirlitningu innflytjendur sem glæpamenn og nauðgara Þetta bara niðurbrotin af faglegu ferla. Þú veist, þetta til dæmis bara öll þessi vantrú á fagmennsku sérfræði að það sé hægt að gera hlutina vel og þetta gera þá illa. Það hægt að gera á réttum hætti og hægt að gera á með röngum hætti. Allt þetta einhvern veginn farið og hugmyndin bara að bara framfylgja mínu vilja málið og þá fer allt hitt. Þetta bara andstaðan við frjálslynt lýðræði sem að hefur verið að rísa gegnum all nokkra bylgjur yfir núna nokkra áratugi og það bara smám saman brotnar upp kerfið og Donald Trump auðvitað bara birtingamynd á því langvarandi niðurbrot og í Bandaríkjunum þá getur bara rakið Donald Trump til uppruna hans til 1972 þegar að verður þetta bandalag kristilega hluta demokrataflokksins úr Suðuríkjunum þegar þeir fara yfir í republikanana og svona neokon hugmyndin fer að verða til. Þá verður þessi óvinnavæðing og það sem sagt vantrúin á hinu faglega fyrir að byrja að grafa sig og það tekur langa tíma fyrir hann að ná svona upp á yfirborð stjórnmálana. Og svo getum við bara rekið þessa þróun þú veist við fáum Bush, við fáum Tebos-hreyfinguna og allt mýlur þetta einhvern veginn í sundur kerfin sem auðvitað líka byggjast upp samhliða þetta svona vogast á þar til að brautin orðin greið fyrir mann eins og Donald Trump. Já, og þá erum við komið með mann sem að rekur hefur valdið þess að láta reka trúðin sem að gera grín á honum eins og ávið Colbert sem að var rekinn frá CBS því að Paramount þarf að standa í einhverjum sameiningu við annað fyrirtæki og Colbert benti á að þeir hefur borgað honum útur með því að borga honum $13 milljónir í tilhæfileysum ásökunum.
Það er allt skrítið sem að gerast í Bandaríkjunum sem að enginn hefði trúað bara fyrir halva ári að væri möguleiki. Nei, en þegar þú ferð og skoðar aðeins þróunina og ég ætla ekki að láta detti í huga að segja eitthvað að það hefði verið hægt að sjá þetta allt fyrir en það er hægt að rekja þetta svona aðeins tilbaka og sjá merkin svona eftir á að hyggja maður sá að eitthvað var að gerast en hvernig það síðan spilast út með Donald Trump er allt annað og það er náttúrulega bara svona allsherja niðurbrot á öllum normum og Bandaríkin eru líka sérstakt stjórnkerfi að því leiti að bandarískt stjórnkerfi er ekki til útflutnings, það byggir bara svo mikið á normum og það er sem sagt ástæðan fyrir því að það hefur virkað er að í Bandaríkjunum hafa stjórnmála lífið hvar svo sem menn standa sameinast þessi gildi er upphafningin á stjórnarskránni og fánanum og þessu hefur fyllt ákveðin svona menning hvernig umgengst valdið, hvað þú leyfið að gera og hvar þú svona stoppar, svo kemur bara maður sem hendur svo öll út. Og þetta var náttúrulega farið að brotna í þinginu bara á tíundarótunum. En þá er það líka bara hreinlega kerfið sjálft sem skiptir máli. Þú veist, og það er ágætið samanburður við Bretland. Þegar að Liz Truss kemur til valda og má segja hún hafi farið fram með svona svipuðum hætti sumt og Donald Trump sérstaklega varðandi margt í efnahagslífinu og svona og fer í afregluvæðingu og svona brjóta niður kerfið að þá eru ofboðslega margir instansar í bresku stjórnkerfi sem bara stoppar hann af. Og fyrst er hann bara flokkurinn sjálfur. Hann hefur tæki til þess að stöðva hana og bara skipta henni út. Þingið getur stöðvað hana. Dómstólanir geta stöðvað skuldabréfamarkaðurinn. Já, það gerist með skuldabréfamarkaðurinn nákvæmlega svo gerir Bandaríkjunum. En í Bandaríkjunum er ekkert svoleiðis. Bandaríkjamenn sögðu að kerfið þeirra byggðist upp á gagnkvæmu aðhaldi valdháttana, checks and balances, en það gerir ekki. Því að ef að einn maður nær tökunum, þá nær hann öllu kerfinu undir sig, sem er hönnunargalli á stjórnkerfi. Og það er niðurbrot normana sem er í rauninni kannski stóra málið og það er líka þess að við erum að sjá koma hinga. Það er niðurbrot á normum. Eins og hvaða dæmi eru hér? Ég ætla að fara að segja að það er ekki alveg þannig við höfum þessi dæmi hér. Nei, það við ekki séð þau en það er til dæmis bara þetta sem við ræddum áðan óvinavæðinguna. Ja, það er stjórnmálakúltúrinu komin og hvernig við tala hvorum annan. En það er ekki hægt að ennþá að merkja þessa grunnþættir samfélagsins. Nei, það var ekki það sem ég var að segja. Ég er að segja það er kannski minna hlustað á ykkur í háskólanum núna. Það er ekki hlustað á okkur. Það er ekki hlustað á okkur. Af því að ég dregi bara upp eitthvað lestabréf úr dönsku blaði og það er ekki jafngilt og ekki þínar rannsóknir. Sem sagt við erum í ástandi þar sem að þekking þín er bara jafngild og skoðun mín, skilurðu. Jafnvel þó svo að þú hafir kynntir málið yfir langa tíð og nærð einhverjum tökum á samanlegri þekkingu mannkyns á sviðinu og þá finnst mér bara eitthvað það og þá er þetta tvennt jafngilt. Orðið eins og í Bandaríkjunum það sem er litið svo á að starf háskólanna eru eiginlega skoðanir þessa fólks og eru eiginlega framvarðarsveitir tiltekinna stjórnmálastefnu sem eru andstæðingar okkar. Og þannig er náttúrulega verið að byrja í Bandaríkjunum er náttúrulega bara fyrir að fara á eftir háskólan. Það er verið að brjóta þá bara kerfisbundi niður. Og það er náttúrulega alveg rosalegt. Við erum ekki sjá neitt í þessar líkingu við þetta hérna en það sem ég á við með normin hins vegar það er einmitt það sem að snýr að stjórnmála menningunni hvernig við umgöngumst andstæðinga þú þekki það jafnvel og ég að í lýsingum á stjórnmálalífinu í gamla dagi ævisögum stjórnmálafóringja á 20. öldinni að þá lýsa menn ákveðinni svona
veigra mig að nota orðið svo heiðusmannasamkomulega því að það svo hátíðlegt en þú veist, einhver svona samskilningur á vettvanginum á því sem við erum að gera og þú lyftir þér svona aðeins upp yfir átökin. Getur tekist á og menn skilmast en svo sest niður og En stundu brast þetta nú. Þetta hefur oft svona brostið, en þetta hefur aldrei farið. Uppgjör á gjaldþroti Kveldúls, þótti pólitísk aðgerð og þar var dregið fram á sem að voru hatramir andstæðingar, Ólafur Thors og Heiðin Valdimarsson. Og svo í kringum Jónas frá Hriflu eftir hann einu sinni. En svo segja sumir að svoleiðis stjórnmálamenning sé bara, þetta sé bara dæmi samkrull valdastéttarinnar sem að rotti sig saman gegn almenningi, Þannig að það nú hægt að sjá þessa hluti með ýmsum hætti, held ég. Þannig var alltaf Héðinn í gagnrýni hans á að það var ekki farið með Kveldúl í gjaldþrot. Að það var það var svona raunveruleg pólitík þar á baki en það var eins og útlitið á þeim deilum var óvinni. Já, ég meina við eigum líka svona sögu í fortíðinni, það voru tímar í íslenskri stjórnmálasögu þar sem að orðræðan var miklu árásargjarnari og miklu harðari heldur en hún var síðan til skamms tíma í þjóðfélaginu Þannig að það nú svona, ýmislegt að sjá. Herðu, við sáum ýmismerki þess að væri ekki samkomulag það hvernig við ættum að setja lög. Já. Það brast ykkur leiti í sumar. Í sumar með beitingu 70. Nei, ég myndi segja bara með málþófinu. Já, með málþófinu. Sem fór út yfir allan þjófabálk. Já, það alveg rétt. Það fór þetta langt út yfir svona eðlileg mörk. Já, og þessum að stjórnarandstaðan tók sér neitunarvald í þessu máli og reyndar öðrum. Þú nefndir áðan að stjórnarandstaðan gæti tekið upp á því að vera bara með málþóf í öllum málum. Já, það eitt viðbragði við 71. Það var sömuleiðis merki það. Ég veit að stjórnarandstaðan hafnar því alveg að þeir hafi verið með málþóf eftir 4 tíma umræðu strandveiðafrumvarpið. En það voru allir sem hlustuðu á það að þetta voru bara sama málþófið og var í hinum málinu. Þannig ég held að stjórnarandstaðan hafi verið alveg tilbúin að fara í málþóf út af strandveiðafrumvarpinu, út af veiðigjöldunum, út af bókun 35 og líklega fleiri málum. Þannig að þingið hefði ekki náðst að klárast eða væri tilbúinir að halda því áfram þangað til að næsta þing ætti að byrja. Ef að þetta fer með þeim hætti í haus sem ég alls ekki að spá en það gæti gerst, það ekkert fráleitt. En ef það gerist, þá það akkurat dæmi þetta niðurbrot norma sem ég var að nefna áðan. Að svona hafa menn ekki umgengist þingið. Menn hafa ekki beitt klækjabröðum og nýtt alla mögulegar leiðir fram hjá henni almennu stjórnmálamenningu sem að hefur fengið að þróast og þroskast. Og þetta eiginlega sem að við. Þetta akkurat gott dæmi það að við vita hafa menn farið í málþóf og það kannski má segja eðlilegu partur af svona þingstörfum en manni finnst þá meiri bragur af því að það sé þá eitthvað að menn þurfu þá reyna eitthvað á sig með því eins og til dæmis að málþófs aðferðin sem var hægt að beita gekk út á að menn höfðu takmarkan fjölda ræða en ef þú gast staðið uppréttur í hálfa sólarhring skilur sem var með sterkustu þvagblöðrun á vann. Já, hann vann en það svona ekki það ég sé að mæla slíku bót en það manni finnst þó allavega einhver meiri bragur af slíku málþófi. Þetta þekkist hvergi löndunum í kringum okkur, þetta bara í Bandaríkjunum og þar þetta akkurat þannig Það er reynd að hemja þetta svolítið. Já. Þeir hafa reynd að hemja þetta. Þetta þykir ekki við hæfi. Þetta þykir, málþóf ekki við hæfi. Nei. Það alveg á hreinu En ef við erum að ráði í það hvernig andinn verður í þinginu í vetur þá til dæmis þessi krafa fund í utanríkismálanefnd út af hingakomu Úrsölu von der Leyen
ber svolítið svona sömu merki þar sem haldið fram að þetta boð til hennar, þau voru ekki að gagnrýna afstöðu hennar til þjóðamálsins á Gaza sem kannski var full ástæða til að gera, heldur var þetta var einhver limskuleg leið ríkisstjórnarinnar til þess að tróða okkur inn í Evrópusambandið gegn vilja þjóðarinnar. Þetta svona dæmi einhverja svona furðulega samsæriskenningu að í gegnum þessa hingað komu, þá væru við einhvern veginn komin lengra inn í Evrópusambandið en fyrir helgi. Ég held að það sé bara til marks að menn ætla að stökkva á allt í þessu Evrópusambandsmáli og þú veist, skiljanlega af stjórnarnarstuð að vera sko. En það er margt í þeirri umræðu svona seinustu daga sem mjög furðulegt. Eins og þessi umræða hvort að umsóknin sé í gildi eða ekki. Sem alveg sko bara alveg hryllilega fyndin umræða því að sko, umsóknin hefur aldrei verið dregin tilbaka og það hefur enginn geta sýnt fram á hvar hún hefur þá verið dregin tilbaka því að þetta eina gagn sem opinbert sem sagt bréf sem var sendt þar sem hún var einfaldlega ekki dregin tilbaka. Og Evrópusambandið hefur sagt eiginlega næstu og hverju ári síðan að það lítur svo á að umsóknin sé gild. Já sko við erum ekki candidate state og eina efnislegi þátturinn í því hvort að umsóknin sé sko gildið ekki felur bara í sér hvernig Evrópusambandið ætlar sér sko í sínu innra starfi að meðhöndla beiðni ef hún kæmi fram frá íslensku stjórnvöldum að taka upp þráðinn. Þá þetta bara svona eitthvað innra mál hjá þeim hvernig þeir svara þeirri beiðni. Eða hverjir þurfa svarinu og í gegnum hvaða feril þurfa að fara og þannig að það rauninni kannski ekki mál okkar hvernig Evrópusambandi lítur svo á og í þessu bréfi sko eina efnisgreinin hún lýsir því hvað okkur finnst að Evrópusambandið eigi að álíta stöðu Íslands sem sko kandidatsríki. Og það er ekki farið fram á neitt, við bara lýsum þetta yfir okkur finnist að þeir eigi að álíta þetta. Og viðtakandi bréfsins bara, ok, það er engin beiðni neitt. Allir hafa skoðun. Já, og ok, ég meina við förum ekki fram á neitt í bréfinu, annað en bara segja þeim að okkur finnist þetta. Það stendur ekki sko hér með afturköllu við umsóknina eða neitt slíkt sko. Þannig að Evrópusambandið bara ákveður það sjálft hvernig það lítur á stöðu Íslands ef til þess kemur að Íslands stjórnvöld senda beiðni að taka upp málið og það hafa Íslands stjórnvöld allir íslenskir stjórnmálaflokkar sagt að verði ekki gert nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þetta alveg furðuleg deila þennan anga málsins. Og svo það hitt sem ég held að sé ákveðin miskilningur fólkin í að hún kemur einkum og sér í lagi í tengslum við sko aukið samstarfi öryggis- og varnarmálum sem að Evrópusambandið svona að halda utanum. Það máli tilkomið af því að Evrópa að taka varnirnar í eigin hendur eins og við nefndum hér áðan. Evrópa bara vopnaða sem aldrei fyrr í veraldarsögunni. Þetta bara með ólíkindum hvað það á að vopnaðast mikið sko. Og þannig að Evrópa ætlar ekki lengur að treysta á Bandaríkin í sama mæli og áður hefur verið gert. Þetta kallar á bara grundvallarbreytingu í öryggis- og varnarmálum álfunnar. Evrópusambandið að taka þetta inn til sín og að gera svona samstarfsbandalagssamninga við nágranna ríki sín, eins og Noreg, Bretland og núna við Ísland. Og Kanada reyndar. Kanada, já, með einhverjum aðeins öðrum hætti ef ég skil það rétt. Og þeir sem eru andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið ættu að fagna þessu samkomulagi. Því að við þessar breytingar í öryggis- og varnarumhverfi Evrópu verður þetta sama þörf á Íslandi eins og í öðrum Evrópuríkjum að taka þátt í varnarsamstarfi Evrópuríkja. Þess svæði sem við tilheyrum. Og ef það hægt að gera það á þess að ganga alla leiðin í Evrópusambandið,
nú þá dregur það úr þörfinni að ganga í bandalagið að vera í slíku öryggissamstarfi. Evrópska öryggissambandinu. Já, þannig að ef að fólk vil ekki sjá Íslandi í Evrópusambandinu, sem bara eðlileg pólitísk skoðun, afstæða sem hver og einn getur haft, og ég ger engar athugasemd við slíka afstöðu, að þá það þeim málstað til framdráttar að við fáum að taka þátt í slíku samstarfi á þess að gangi í bandalagið. Þannig að ég held að þarna sé eitthvað grundvallar misskilningur á ferðinni. Það eru breytingar í stjórnmálakultúr okkar heimsluta og augljóslega hann komin hingað meira sem svona þessi óvenjavæðing og það sem að það þykir bara sjálfsagt að reyna að stoppa öll mál ríkisstjórnarinnar. Já, við skulum nú sjá hvernig það verður í haust. Það eru ákveðna sem bendir til þess að það kunni að vera ástandið. Þá þarf ríkisstjórnin náttúrulega að hugsa það, að hún í aðstöðu sem að aðra ríkisstjórnir hafa ekki verið í nema kannski ríkisstjórn Jóhönnu síðustu svona 1,5 árið. Já, þá var hún búin að missa meiri hluta. Þá var hún mjög veikt. Þannig að þá þarf ríkisstjórnin eiginlega að hugsa það, hvernig ætlar hún að vinna með fjandsamlegt þing. Já. Fjandsamlega minni hluta á þingi. Því að hún kemst kannski ekki upp með að á haustþingi að skila jafnt litlu og hún gerði núna. Nei, hún náttúrulega ríkisstjórnin tekur bara við þarna, ég man nú ekki hvaða dag það var en eftir áramótin og þannig að það svolítið annað mál heldur en að koma tilbúin til Það eru mörg mál sem að hún lagði áherslu á að fara með í gegn sem hún gerði ekki og mörg mál sem að var engin andstaða hjá stjórnarandstöðunni að fara í gegn. Mér þætti sjálfur sér ekkert slæmt út frá svona bara gangi Alþingis og bara svona stjórnmálafræðilegu viðhorfi til þess hvernig gott að Alþingi, hvað þing starfi, að það komist á svo hefð hér að umræða sé afmörkuð fyrirfram og það sé gert með einhverjum eðlilegum hætti í ákveðnu samstarfi og veittur sé eðlilegur tími til þess að öll sjónarmið geti komist fram miðað við mikilvægi mála og hvernig þau eru samsett og svo framvegis. En ef við ætlum þangað og það verði framvegis aðferðin fyrir umræður á Alþingi, að þá þarf að bæta stjórnarandstöðunni það einhvern veginn upp. Þá þurfum við að fara að setja einhverja fleiri instansa inn í þingsköpin til þess að svona vega upp á móti því að stjórnarandstaðan glati þessu tóli sem að málþófið sem reyndar allt og auðvelt og það eru margar leiðir til þess að gera það en það væri ekkert sérstaklega gott ef að þessi breyting myndi ganga yfir án þess að við fylgdum því eftir með svona Það geti verið til dæmis að stjórnarandstaðan fengi að leggja fram og ná í gegnum umræðu og nefndarstörf fleiri þingmál sem hafa verið skammarlega að fá. Jú, en það er eitt atriði sem myndi færa miklu meiri ró yfir þingið og allavega ef að líkum lætur í danska þinginu það þannig að 3/4 þingmanna geta sett mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta setur mikla ró á mál vegna þess að ef þú ætlar að æsa alla upp úr öllu valdi í einhverju máli, þá verður þú bara að standa við stóru orðin og setja máli þá í þjóðaratkvæðagreiðslu því að þú hefur þá tækifæri til þess sem minnihluti. Þannig það þýðir ekkit að æsa upp einhver voðaleg læti í öllum málum sem að þú ert síðan bara rekin tilbaka með í þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og þú veist manna best að þá þarf breyta stjórnarskránni. Það þarf að breyta stjórnarskránni, já. Og það var nú einhverja hugmyndir hérna. Ég nú að tala þetta svona til einhvers tíma, Þetta hugmynd að það mætti ekki breyta stjórnarskránni en allir verður bara sammála það og þess vegna var það einhver breytt. Já. En annað sem gerist ef við myndum gera þetta og þá það að þetta setur líka ákveðin hemil á meirihlutan, á ríkisstjórnina. En til að ná fram svona breytingu, þá þarf að vera kultúr til þess að við vera að tala saman. Og við erum ekki með hann. Það líklega hann ekki. Það eru margt sem bendir til þess að hann sé að bresta. Hann sé að bresta, já. Það þetta niðurbrot norma sem við höfum séð hægfara í gegnum langa tíð og núna komið að Íslands ströndum. Herðu, Eiríkur Bergmann, takk fyrir að koma hingað og ræða stjórnmál á heitu sumri.
En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið. Ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar á Akureyri og við ætlum að ræðum líka eitthvað aðeins Evrópusambandið. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlu og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á húnavellir.is og í síma 861 23 19. húnavellir.is. Komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni sem staddur á Akureyri, prófessor við háskólann þar. Blessaður, Hilmar. Sællvertu. Það var fundur í utanríkismálanefnd út af óánægju stjórnarandstöðunnar með hingað komu Ursulu von der Leyen sem svolítið erfitt að átta sig á það hvað íslensk stjórnvöld voru að ræða við hana sem formann framkvæmdastjórnarinnar. Verið vera eins og það sé verið að búa til svona varnar- og öryggissamning við Evrópusambandið. En Evrópusambandið fyrst og fremst efnahags bandalag, eins og hétt í gamla daga. NATO sér öryggismál í Evrópu. Hvers konar samning sér þú fyrir þér? Það verður að einhverju fréttunum að tala tvíliða varnarsamning Íslands og Evrópusambandsins. Þessi samningu, Úrsula kallaði hennar samning EU Security and Defence Agreement. Og ég held að það hefur sagt að Bretland, Noregur og Kanada séu að fá slíkan samning eða séu búin að fá hann eða að fá hann. Það talaði að þessi samningur ætti að fara að vinna í þessu samningi fyrir Ísland. Auðvitað staða Íslands mjög ólík Bretland, Noregur og Kanada hafa öll heri. Við höfum það ekki. En það var nefnt, ég held að Kristrún hefði nefnt netöryggi og innviði til með skarpla í sjó, eitthvað slíkt skilur. Það ákveðin atriði sem ég geti alveg ímyndað mér að væru atriði sem við getum haft samráð við Evrópusambandið Sem Evrópusambandið myndi þá borga fyrir okkur? Ég veit ekkert það. Það efast að við verum að taka þátt í ykkur og ég efast að við verum ekki að borga fyrir það. Við tökum þátt í alls konar starfsemi hjá ESB og borgum í því. Þannig að til dæmis í menntamálum, það borgum við í því.
En ég allavega, það alveg óljós hvað þetta er. Úrsula sagði það, hún gerði sér alveg grein fyrir því að Íslands byggði á 2 meginstöðum, annars vegar NATO aðild Íslands og hins vegar við verum með tvíhliða varnarsamning Bandaríkin og þetta veri eitthvað svona þriðja stoð sem hún talaði um. Og ég býst í því að spennan í utanríkismálanefnd snúist alveg það að einhverjir sem á móti Evrópusambandsaðild telji að umsókn Íslands sé ekki gild, við séum ekki umsóknarríki, spenna snúist aðalega um það, en varðandi hennan hugsanlega security and defense agreement, þetta svona öryggis- og varnarsamningur, þetta bara bókstaflegri merkingu og óskrifa blað, við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr þessu, en við vitum það náttúrulega að Evrópusambandið ekki með neitt sameiginlegan her, og það vakna spurningar og það ef við færum að fara í eitthvað svona varnarsamstarf við Evrópusambandið, hvort að við þurfum þá að fara að leggja til hermenn. Evrópusambandið með eitthvað sem heitir EU Mutual Defence Clause, sem tekur mjög sterkt til orða og segir að ríki, ef það ráðstaf eitthvað ríki sem en Evrópusambandsins, þá verður það hinn að bregðast við by all the means in their power. Þau verður að gera allt sínu valdi til að verja það ríki sem verður fyrir árás. NATO hins vegar tala bara such actions as it deems necessary, sem miklu veikar að segja að það bara bregst hvert ríki við eftir sem það telur nauðsynlegt. Þannig að en hins vegar ekkert á bakvið Evrópusambands þessa EU Mutual Defence Clause, vegna þetta allt saman þjóðherrir og það engin sameiginlegur her. Hins vegar varðandi article 5 eða 5. grein NATO, þá eru Bandaríkin okkur varðar á bakvið það. Ekki bara það við séum í NATO, þau eru leiðtóríki og svo eru við með tvíhliða varnarsamning Bandaríkin. Þannig að okkar öryggi byggir á Bandaríkjunum en ekki á Evrópu. En það finnst mér alltaf vola langsótt að Evrópa var að koma okkur til aðstoðar eða á okkur ráðist. Fyrir utan það, að þá finnst mér verið að gert vola mikið úr samstarfi við Norðurlöndin og Íslandsríkin í þessum máli, því þau eru alltaf í svæði, þau hafa snertifleti við Rússland, efnahagslögsögu eða landamæri, við höfum það ekki. Þannig að okkur stað allt önnur, hvorki Kína eða Rússland býta okkur sem við sem að þeirra áhrifasvæði. Þannig ég sé ekki alveg hvaðan ógnin á að koma. En ég held að það sé eitthvað að koma frá Evrópusambandinu, hvort sem við erum úti eða inni, skipti litlu máli. Hins vegar ég ekki að gera athugasemd við að Úrsula hafi verið boðið að koma til Íslands. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höfum gott samband við alla svona æðstu embættismenn Evrópusambandsins, þar á meðal hún forseti framkvæmdastjórnarinnar. Það er mjög mikilvægt vegna þess að við erum hluti af Evrópska efnahagssvæðinu og við höfum ekki bein áhrif á lagasetningu og reglugerðarsetningu innan Evrópusambandsins. Við höfum bara áhrif á sérfræðingarlevel, bara við getum haft áhrif að það verið að undirbúa lög og reglugerðir. Við getum gert það ekki með samninginn. Við getum gert nein áhrif á endalega ákvarðanatöku. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að íslenskir ráðamenn, þar á meðal forsætisráðherrann, séu í beinu talsambandi við æðstu menn Evrópusambandsins út af viðskipta, út af sameiginlega markanum. Þannig ég ger ekki athugasemd við það að henni hafi verið boðið. Hins vegar spurningin, hvað verið að tala um okkur í sambandi við eitthvað svona varnarsamning, það bara eitthvað sem við höfum eftir að sjá hvað verður. Ég held að það komi ekkert í staðinn fyrir það sem við erum með í dag. Já, ein gagnrýnin á inngangskomu hennar hefur komið frá stjórnarandstöðunni, bæði Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og meira segja Framsóknarflokknum líka, eins og þessi heimsókn sé einhvern veginn að sé verið að svindla okkur inn í Evrópusambandið. En önnur gagnrýni á hennar inngangskomu er það að hún hefur verið svo ákafur stuðningsmaður Ísraelsstjórnar á meðan að þjóðarmorðið í Gaza stendur yfir, að það sé eiginlega óviðkvæmilegt að vera bjóðinni hingað heim. Já, þetta náttúrulega Gaza svæðismálur er náttúrulega alveg skelfilegt og það geti stjórnvöld bara komið því áleiðis til hennar að okkar viðhorfum, en við breytum ekki viðhorfum Þjóðverja í því máli sem maður getur ekki tekið undir. En það eru aðilar sem að telja að sé verið að eiga að fara að smygla Íslandi í gegnum ESB einhvern veginn bakdyra megin. Það á að halda þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég sé ekkert fyrir mér hvernig þetta á að gerast. Og svo það sem stendur í stefnuyfirlýsingunni, það átt að búa til að móta öryggis- og varnarmálastefnu. Og þetta er kannski hluta því að koma einhverja þriðju stoð, hluta þessari öryggis- og varnarmálastefnu sem Ríkisstjórnin talar í sinni stefnuyfirlýsingu, síðan þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og svo búið að gera eitt annað varðandi Evrópusambandið, það er búið að skipa sérfræðingahóp sem á að fjalla gjaldmiðlamálin fyrir okkur. Og það var gert 2012 mjög ítarlega og svo aftur 2018 mjög ítarlega og nú verið að gera það einu sinni enn.
Þannig að það það sem í gangi, en ég meina hvernig ef það greitt atkvæði að Evrópusambandi 2007 á að koma þessi gegn, kosningar ekki 2008, ég sé það ekki fyrir mér. Nema stjórnvöld allir að fara núna bara þegar í einhverjar svona óformlega viðræði við Evrópusambandið aðild áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram. Ég veit það ekki. En það ekki frekar tæft, en af hverju sérðu það sé eitthvað þröng tímamörk á því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu 2027 þó þessu kosningar 2028? Ef það verður þjóðaratkvæðagreiðslu 2027 og þjóðin segir já, ef það segir nei þá skiptir þetta engu máli. Ef hún segir já, þá bara 1 ár eftir til að semja við Evrópusambandið og koma með samning sem ættir að bera undir þjóðaratkvæði. Ég myndi reikna með því að ríkisstjórnin myndi vilja fara í þjóðaratkvæði með það verið búið að samþykkja 2007 að það eigi að fara að við eigum að sækjum, ef það verið niðurstaðan, við eigum að halda áfram að halda viðræðunum, ekki sækjum, því þeir segja að Úrsula sagði að samningurinn væri still valid, umsóknin okkar still valid, við þurfum ekki að sækjum aftur, við þurfum bara að hefja við þeirra að ljúka þeim, að ljúka þeim á svona skömmum tíma frá 2007, 2008, eitthvað árið eða eitthvað, það allt og skammur tími. Svo þurfti líka að breyta stjórnarskráni, ég myndi halda það. Það kannski betra fyrir að tala við lögfræðing það, en þetta ansið skammur tími, þannig að þetta hægt að fara að kjósa því þá var væntanlega alþingiskosningar og svo var kosið samningin og svo var hugsanlega kosið líka leið tillögu breyting á stjórnarskránni. En af hverju má ekki vera þingkosningar frá því að þjóðin ákveður að aðildarviðræðurnar haldi áfram og síðan verður þingkosningar og svo tekur ykkur 2-3 ár að semja og eftir þetta benda það að það geti komið ykkur allt önnur ríkisstjórn sem hefur Evrópu bara ekki á sinni dagskrá. Ég bara velta fyrir hvernig ríkisstjórnin hugsar þetta. Ég meina, ég er ekkert óalega spenntur fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið og upptöku evrunnar eins og staðan í dag. Ég það ekki, mér finnst ástandið í Evrópusambandið ekki vera gott. Ég sé ekki hvernig þeir hugsa þetta og auðvitað getur það eru 2 stjórnarflokkar sem styðja Evrópusambandsaðild. Er nokkur annar flokkur í Alþingi sem styður Evrópusambandsaðild? Nei. Það er Viðreisn og það er Samfylkingin sem klárlega styðja þetta. Engin annar, ekki 6 flokkar Alþingi, hinir 4 styðja þetta ekki og það getur breytingar en ég meina, ég hefði haldið það ríkisstjórnin myndi, ég var alltaf fyrir mér, af hverju vill ekki hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna miklu fyrr ef hún alltaf reyna að koma þessu máli í gegn? Af hverju að byrja málið og koma þið ekki í gegn? En hún má gera það, Hilmar, vegna þess að í stjórnarsáttmálanum stendur að eigi síðar en 2027, þannig það má alveg halda þetta næsta ári. Það er alveg hægt, þeir eru að miða við þetta og þeir eru búin að setja í gang gjaldmiðlamálið að kanna það. Það er alveg hægt, en þetta tekur ansi langan tíma vegna þess að stærstu málin þegar þetta var gert síðast, þegar samningaviðræður voru í gangi, Ísland var umsóknarríki 2009, það ekki aftur 2009 var umsóknarríki og svo fóru fram viðræður og það var stærstu málunum sleppt og þau voru lengi í meðferð. En það er alveg rétt hjá þér, alveg rétt sem þú segir að það væri hægt að byrja þessar viðræður og svo halda kosningar og það myndir væntanlega ríkisstjórnin halda velli, hún geti haldið áhrifum með málið. En það náttúrulega eru bara 2 flokkar sem styðja þetta og það spyrir ekki hvernig 3. flokkurinn í ríkisstjórnin myndi bregðast við því. Þannig að þetta stendur allt frekar tæpt og svo náttúrulega stuðningur við Evrópusambandið, hann er svo sveiflukendur á Íslandi. Það reyndar flokkar sem eru með eða gætu haft eða hafa haft þá stefnu að þjóðin eigi að taka ákvörðun, þannig að flokkarnir sjálfi taki ekki afstöðu. Það var einu sinni stefna sumra í Sjálfstæðisflokknum, það var einu sinni stefna Framsóknarflokksins. Þannig að maður getur séð fyrir sér að Framsókn eða flokkur fólksins gætu haft á stefnu að þjóðaratkvæðagreiðsla annars vegar að sækja og hins vegar samningin sjálfan, að það væri bara besta mál. Já, þú meina það bara eftir kosningan 2008 þegar búið að semja, það verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla og ef það ætti líka að breyta stjórnarskránni, það verði líka að rjúfa þing og halda aðra kosningar. Ég býst því að það er að gera, þú eru eiginlega að tala við eitthvað lögfræðing, stjórnarskrárlögfræðing það, en þess að ég er að tala við, halda því fram að það þyrfti að breyta henni og ef þú breytir henni þá verður að leggja fram til lögum breytingar á stjórnarskránni, þú verður að rjúfa þing og halda kosningar og kjósa svo aftur nákvæmlega sömu tillögum, það má ekki breyta henni neitt og þetta er allt saman
flókið, þannig að, en það er alveg rétt sem hún segir að þetta hægt að gera þetta svona. En ég hefði haldið það að ríkisstjórnin myndi ef hún leggur kappa á þetta og ég held að Viðreisn Samfylkingin leggja kappa á þetta mál. Þó ég reyndar vitum aðilegna Samfylkinguna sem ég held að við síðast ég vissi voru ekkert hlindir Evrópusambandinu. Þannig ég veit ekki svona hvernig það er og svona geta verið innan annara flokka sem eru í heild á móti einhverju aðilega sem styðja þetta. Já. Ég hef ekki heyrt að Framsóknarflokkurinn styðja þetta. Ég veit til dæmis að hann gerði það eftir í flokksþinginu 2009 þegar að Sigmundur Davíð var kjörinn formaður að þá lá fyrir og var samþykkt tillaga að sækja aðild. Sigmundur Davíð? Já, það var á sama flokksþinginu og hann var kosið formaður að þá var leifarnar af stefnu Halldórs Ásgeirssonar og félaga sem var lá fyrir sem var orðuð tillaga að Íslendingar ætti að sækja aðild, kíkja í pakkan eða eitthvað svoleiðis. Já, ég veit alveg það vegna þess að ég var aðstofamaður Halldórs Ásgeirssonar sjálfur. Ég talaði oft þetta við hann og hann óttaðist að vissu leyti ef við myndum ekki fara inn fljótlega þá myndum við fara inn að vera í kjörum, til dæmis hvert land hefur kommissioner eða framkvæmdastjóri Evrópusambandsins. Hann var hræddur það að við myndum kannski ekki fá slíkan aðila því við erum það lítil í samanburði við hin löndin. Þannig að hann taldi að það væri betra að fara fyrr heldur en seinna ef við ætlum að fara inn. Hins vegar náttúrulega var sjávarútvegsmálin nokkuð mjög á Framsóknarflokknum þeim tíma og hann höfundur kvótakerfisins. Og ég veit, ég fór með honum til Rómar á sínum tíma, þá var Ítalía með formennsku Evrópusambandinu til að spyrjast fyrir það hvernig færi með sjávarútveginn ef við færum þarna inn og þá var svarið frá utanríkisráðherra Ítalíu að við yrðum að fara eftir reglum Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum en við fengjum kannski mjög langt tímabil, kannski aðlöfum tímabil sem stæði í áratugi. Já, og er það ekki einmitt málið sem oft hefur verið haldið fram að þetta er ekki aðaldaviðræður, heldur þetta aðlögunarviðræður, þannig að það sem að Íslendingar geta lagt til er raunverulega að fresta gildistöku en Íslendingar mun ekki breyta sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, mun ekki breyta orkustefnunni, mun ekki breyta neinu sem skiptir máli, það er bara samningarnir snúast það hversu lengi þú ert undan þegin einhverju tilteknum ákvörðunum. Já, það snúast það, viðræðurnar snúast það að við samþykkjum gildandi lög ESB, svo kallan ACI, og hvernig við ætlum að framfylgja þessum ACI, þessum reglum í framtíðinni og þar að segja við samþykkjum reglurnar, við ætlum að fylgja þeim en við fáum ákveðin aðlögunar tíma og það er samið það og þetta er einhverju rúmlega 30 kaflar, 2 kaflarnir eru mjög erfiðir fyrir okkur, sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn og það verið samið það og flesti kaflarnir getum við gátum loka mörgum kaflum mjög snemma í viðræðum við Evrópusambandið af því við erum aðilar sameiginlegum markaði. Og þá eru margir kaflarnir sem rúmlega 30 kaflum auðvelt fyrir okkur að semjum þá af því við erum hvort til hluta, við erum eiginlega með auka aðild að Evrópusambandinu gegnum Evrópska efnahagssvæðið, samninginn Evrópska efnahagssvæðið, en það væri ákveðin kaflar sem væri mjög erfiðir og ég skil þetta eins og út að segja að við erum einfaldlega að samþykkja allt saman, öll gildandi ESB lögreglugerðir og svo bara þarf að undirbúa hvernig við ætlum að beita þeim og hvernig við ætlum að framfylgja þeim og hvaða við höfum langan tíma til þess að geta gert það. Og þá er sjávarútvegsdæmið og landbúnaður líka undir því til lengri tíma litið. Það er ekki víst þótt að útgerðin á Íslandi vilji alls ekki gangi Evrópusambandið út af sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Þá er ekki þar með sagt að það eigi við allan almenning sem getur vel verið að hann líti svo á að við erum búin að tapa landhelginni til svona 14 fjölskyldna og það er svo sem breytir ekki miklu hjá okkur hvort einhver útlendingar fá að veiða þarna líka. Þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt mál. Það tók 74 ár fyrir okkur að færa landhelgina úr 3 mílum í 200. Það var frá 1901 til 1975 og það fulli yfirráð yfir okkar efnahagslögsögu og þetta er mjög viðkvæmt og svo náttúrulega eru miklir hagsmunir, stór íslenskt fyrirtæki sem að hafa mikla hagsmunir, þannig að þetta verður bara, hafa tekist á veiðilagafrumvarpið, þú sást það alveg. Þannig að það er tekist á þessi mál, en svo náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðsla, þá ræður bara einfaldar meirihluti það ekki, hvernig þetta fer. Samir eru bara eitt atkvæði, þannig að við mörg atkvæði inn í SFS og mörg atkvæði inn í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum og Framsókn. Það er alltaf mjög samherji og mjög öflug fyrirtæki sem
sem náttúrulega munu gæta sína hagsmuna í þessu máli og koma sínum málum að sjónum að framfæri. Hilmar, má ég spyrja aðeins aftur út í varnar- og öryggissamninginn við Evrópusambandið. Þú segir að í Evrópusambandinu séu ákvæði raunverulega miklu harðari að vera ráðist á eitt land að þá verði öll önnur lönd að grípa til allra tiltakar ráða til þess að verja viðkomandi land. Nú eru viðræður að Úkraína gangi inn í Evrópusambandið. Mundi þessi svona samningur milli Íslands og Evrópusambandsins merkja það að ef að Úkraína gengur inn í Evrópusambandið, að það sé raunverulega miklu, svona drastískari innganga heldur raunverulega inn í NATO? Já, skuldbindingin mjög sterk en það hefur verið megin regla hjá Evrópusambandinu að hleypa ekki löndum inn í Evrópusambandið ef að það eru einhverjar mjög erfiðar landamæradeilur í gangi. Þannig að landamæri í Úkraínu í dag það veit ekki hvað þær eru í dag. Þau eru ekki ljós lengur. Auðvitað vitum við hvernig þau voru 1991 og þau myndi spyrja Evrópusambandið en NATO, þá myndi þeir bara segja það að landamærin eru það sem þau voru 1991. En þá náttúrulega veist að Evrópusambandið fram fyrir því að þá verður þeir að segja að það verður búið að hertaka stóran hluta af landinu sem að þeir telja vera landamæri vera innan ESB og þá náttúrulega þá stendur by all means necessary, all means in their power sem þau að verja hvort annað og þannig að það bara gæti ekki gerst. Ég myndi mér ekki að Evrópusambandið myndi fara að hleypa Úkraínu inn en þetta er allt mjög fjarlægt að Úkraína fari inn í Evrópusambandið. Þetta er náttúrulega allt saman bara hálfgeð vitleysa. Þetta er langt í burtu. Auðvitað getur Úkraína farið inn í einhvers konar samstarfi Evrópusambandið, meira aðgang að sameiginlegum markaði, fengi peningar til uppbyggingar og gert alls konar hluti áður en þeir fengi fulla aðild. En það er til langt í það einmitt út af þessu máli sem hún nefnir líka að landamærin er ekki ljós og þá væri komið stríð milli Rússlands og Evrópusambandsins. En samt tala æðstu valdamenn inn í Evrópusambandinu og í Evrópuríkjunum eins og að þetta sé raunhæfur möguleiki. Já, það er alveg með ólíkindum, hvernig mönnum dettur í huga að tala hluti. Ég held að Bandaríkin séu búin að átta sig á því að NATO-aðild Úkraínu kemur ekki til greina neitt á næstunni og náttúrulega hafa Bandaríkin ekki afstöðu til Evrópusambandsins. En afstæðan er alveg ótrúlega, það var af því að forseti Evrópusambandsins var þá hefur hún sagt að Úkraína fyrst sagði að Úkraína yrði að vinna stríðið. Núna er það ekki lengur á dagskrá því að Bandaríkin eru búin að henda því í rusli, það telja það ekki raunhæft, Trump telur það ekki raunhæft og hans samningamenn, þannig að það er farið út og henda því í rusli þeirri hugmyndum að Úkraína vinni í Rússlandi þá kemur svo hugmynd að semja vopnahlé bara án þess að ganga frá nokkrum öðrum málum, þar að meða landamæri meðan einu öðru og svo kemur þetta frá Bretlandi, forsætisráðherra Bretlands að ætla að fara í það að senda NATO-hermenn inn í Úkraínu sem eiga að vera kallað á friðargæsluliða. Þetta er allt með ólíkindum. Eina sem þetta gerir er það að tryggir það að stríðið bara heldur áfram og áfram. Það er ekki taktal og hvað er kannski það sem Evrópa er raunverulega beðið um að hún vill að halda þessu áfram og vona það að þetta einhvern veginn að Úkraína muni styrkjast á vígvöllunum sem ég sé ekki að sé að fara að gerast. En það er bara útilokar algjörlega að sé hægt að finna nokkuð samningsflöt en það heldur þetta bara áfram og Zelenski er að tala núna friðarviðræður. Ég held að hann fái eiginlega engin svör frá Moskvu. Ég hef allavega ekki heyrt talað það að hann hafi fengið inn viðbrögð þannig að það sé líklegt að fara eitthvað viðræður í gang á næstunni. Jú, það komu viðbrögð frá Rússlandi þess að sögðu að þeir varu til í slíkar viðræður en sem sagt kröfur þeirra varu óbreyttar sem er það að fá þessi héruð þarna austar. Já, að því gefna öllum þeirra kröfum verið framfylgt. Og hvernig eru það? Úkraína gangi ekki í NATO, að það verði brotið niður eða hafður bara algjörlega lágmarks herafli inn í Úkraínu, að þau verði með ævarandi hlutleysi og þar fram til gotum. Já, og Rússland greiði stríðskaða og Rússland greiði enga stríðskaðabætur og Rússland fái gjaldeyrisvaraforðann sinn allan tilbaka að Rússland allar viðskiptaþvinganir og refsiaðgerðir verið aflétt. Þetta er það sem þeir eru að gera en þetta er ekki sem að Zelenský er að biðja um. Hann er ekkert að tala um þetta.
Hann að tala bara vopnahlé. Rússar að tala friðarsamninga. Rússar mun ekki samþykkja það, því að þeir líta svo á að 30 daga vopnahlé sé bara til þess að Úkraínu her nái andanum og geti endurskipulagt sig og það sé að koma einhverju vopnum til landsins því að loftvarnirnar séu að bresta og að mörgu leyti megi reikna með því að úkraínski herinn geti jafnvel brostið einhvers staðar við víglínuna hvernig sem er. Já, og það er það sem að segja, svona, þó að Zelenski alltaf að tala vopnahlé, þetta er bara eins og bergmál út í lofti, sko. Það ekkert, vopnahlé ekki að fara að gerast. Það verður að ganga frá þessum atriðum og þá eru erfitt að samfæra Úkraínu þetta, sem að skiljanlegt mjög erfitt að samfæra Evrópu þetta, hins vegar virðast Bandaríkin búin að vera töluvert lengi á þeirri línu að það þurfa að finna einhverja málamiðlun. En það hefur bara ekki tekist, þannig að ég sé ekkert fyrir mér í þessu á næstunni nema eins og þú segir að Úkraínu víglínan fara að bresta þannig að þeir fari að það sem að Úkraínu er að biðja það að fá allt sitt land tilbaka og svo framvegis og fá stríðskaðabætur og alls konar hluti. Það myndi ganga ef Úkraína verið að vinna alveg fullna sigur á vígvellinum. Þeir eru að gera kröfur sambærilega þeim sem ef að þeir verið að vinna fullna sigur á vígvellinum. En vandamálið það að þeir eru ekki að vinna neitt sigur á vígvellinum. Þess vegna geta þeir ekki farið fram á þetta. Rússar hins vegar upplifa það að þeir séu að vinna stefni fullna sigur hjá þeim og þess vegna gera þeir svona stífar kröfur. Og þessar kröfur munir bara fara vaxandi á næstunni, held ég. En þetta er náttúrulega bara þannig deila að kröfur Úkraínu eru óásættanlegar frá sjónarhóli Rússa og kröfur Rússa eru óásættanlegar frá sjónarhóli Úkraínu og Evrópu. Bandaríkjamenn hafa sína eigin stefnu, svona ég vonum að sé hægt að bara frista þetta ástand einhvern veginn, að gera bara eitthvað svona niðurstöð eins og í Kóreu eða eitthvað. Að stoppa þannig að drápin hætti og þessi að Úkraína sem eftir afinni geti rétt úr kútnum. En það bara engin stuðningur við það innan Evrópu, þá línu. Þannig að Evrópa að háði að halda áfram kröfum, bara æðstu kröfum Úkraínu sem eru óraunhæfar að þínu mati og margra annarra. Þannig að hvernig getur þetta þá haldið áfram eða þróast? Já, það hefur verið, Zelenski hefur alltaf verið að biðja Trump að vera harðari við Rússland og til dæmis nú hefur verið þessi hugmyndum að leggja á secondary tariffs, að leggja tolla á Indland og Kína 100% tolla sem því að það öllu er ekki sískipti milli Bandaríkjanna og það væntanlega Evrópusambandsins líka, það eru settar refsiaðgerðir á Kína og Indland og 100% secondary tariffs sem því það engin utanríkisviðskipti á milli. Þetta alveg fáránleg hugmynd og myndi aldrei ganga upp. Þetta myndi hafa svo mikil áhrif á allan heiminn og svo á Bandaríkin sjálf. Þannig að það segir manni það ef þeir eru menn að tala svona aðgerðir þá hafa þeir engin spil á hendi. Og svo náttúrulega vopnaskorturinn. Þannig að maður sér ekki að það sé að Vesturlönd hafi nokkuð sem þau geta gert hluti, það myndi bara skaða þau sjálf svo mikið að það er alls ekki raunhæft og mér finnst alltaf að Zelenski ofmeti ofboðslega mikið hvaða möguleika Donald Trump og Bandaríkin hafa til þess að stöðva þetta stríð. Það heldur áfram. Ég veit ekki hvort líka Evrópubúar hugsa svo því lengra sem stríð heldur áfram því meira veikist Rússland, það veikir Rússland, það veikir Úkraínu og þá eru minni allavega líkur á sér aðast okkur eða allavega það líður lengri tími. Ég veit að í Eystrasaltsríkjunum þá það talsvert útbreidd skoðun, ég hef verið að kenna þar í 20 ár. Þannig að stríði haldi áfram þótt að það kosti gríðarlegan fjölda mannslífa að þá sé það skárri kostur heldur en að semja frið því að ef það samið frið þá getur Rússar styrkt sig og orðið meiri ógn við okkur heldur en í dag með því að þeir þurfa að sinna þessu vonlausa stríði í Úkraínu. Já, það er það sem er að þessi lönd, maður segja margir við þessu löndum að Rússar muni bara ef þeir ná að vinna sigra Úkraínu, þá spil ekki hvað áttum sigri, sem taka 20-40% af landinu og svo framvegis og
borga enga stríðskaðabætur og farið mjög illa með Úkraínu, að þá hugsa þessu svo þá munir Rússarnir bara halda á, bara taka nokkur ári að byggja sig upp og ráðast kannski inn í Eistland eða Lettland sem eru svona lítil lönd, veik og láta reyna á NATO á sama tíma og NATO virðist vera að veikjast, Bandaríkin hafa minni áhuga á NATO. En svo veldur þetta líka því, þetta áframhaldandi stríð veldur líka því að það meiri hætta á átökum með einhvers konar uppákomum á Eystrasaltinu. Það líkur átökum í Moldóvu, það alls konar meiri átök á norðurslóðum, þetta hefur alls konar aðrar afleiðingar sem eru ófyrirsjáanlegar, gæti brotið út átök annars þar ef þetta heldur áfram. Búið að byggja upp svo mikla spennu að það þarf kannski lítið neista til að kveikja í púðutunum sem út allt. Já, til dæmis bara eins og siglingar á Eystrasaltinu, að það verið að stöðva rússnesk skip eða skip sem talin vera á vegum þeirra beint eða óbeint og Rússar að senda herskip með þeim. Þetta hættulegt, landamæri Íslands og Lettlands lönd með 25% innanborðs íbúa sem eru á rússnesku bergibrotni. Þetta allt saman mjög eldfimt. Ef að Rússarnir taka Odessa fara þeir þá inn í Moldóvu, það eldfimt. Norðurslóðurnar, þar fara átökum, þar eru öll löndin komin í NATO nema Rússland, það eru 8 lönd í Norðurskautsráðinu. Það eru Kínverjar komnir inn, þar geta komið átök. Þannig að meðan stríð í gangi og jafnvel þó að verið frozen conflict sem myndi þýða kannski hlé á stríðinu en ekki kannski formulega friðarsamninga. Það sem að Rússar tækja okkur í land og myndi bara ekki sleppa því eins og í Norður- og Suður-Kóreu, eitthvað svona landamæri, svo er eitthvað svona non-military zone, eitthvað svona svæði þar sem væri ekki átök og þá getur þetta alltaf blossað upp aftur. Þannig að ég held að þarna skilur milli Bandaríkjanna svolítið og töluvert á milli Evrópa því leita að ég held að Donald Trump og Bandaríkin vilji ná Rússlandi aftur inn í alþjóðasamfélagið vegna samkeppninnar við Kína. Þeir vilja ná eðlilegri samskiptum. Og ég held að Bandaríkjamenn sem eru sæmilega vel að sér í alþjóðasamskiptum vita það að það til lengdar borgar ekki sig að vera í stríði við Rússland og Kína til lengdar og svo náttúrulega tala ekki með það að fara að leggja tolla á Indland og fá þá líka á móti sig. Aðilar átti sig á því þetta ekki sjálfbært fyrir Bandaríkin. Þess vegna vilja Bandaríkin reyna að slökkva á þessu og hafa verið að reyna að gera það. Það er bara gengið mjög illa og það verður mjög erfitt að samfæra Úkraínumenn að ljúka þessu stríði og líka Evrópubúa. Þannig að þetta er mismunandi hagsmunir sem togast á. Ég held að Donald Trump vilji endilega, þess vegna hefur hann verið að reyna að tala við Pútín. En ég sé bara ekkert hvort að þú sér að ég sé ekki hvað möguleika Trump hefur til að setja þrýsting á Rússland núna. Við þekkjum svona vangaveltu frá Bandaríkjamönnum það hverju eru langtíma hagsmunir Bandaríkjana og það er byggt upp á hlutum eins og þú ert að segja að það sé betra fyrir Bandaríkin að hafa Rússland sín megin eða allavega ekki Kína megin vegna þess að spennan á næstu áratugum muni vera milli Bandaríkin og Kína stærstu hagkerfa í heimi. Og við þekkjum bara þessa vangaveltur, þannig að Bandaríkjamenn ná að tala sínu utanríkismál með einhver svona langtíma sín, hvort sem við verum sammálan eða ekki. Þetta heyrir maður eiginlega aldrei í Evrópu, maður heyrir aldrei umræði í Evrópu, hver eiga samskipti Evrópu og Rússlands að vera til lengri tíma, segjum bara til þess að komast fram yfir Pútín og það allt tal. Hvernig ætlar Evrópa að hafa samskipti við Rússland eftir svona 50 ár? Já, það virðist ekki vera mikið hugsað þetta og það er talað jafnvel það að utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins tala bara að brjóta Rússland í ykkur á bita og eitthvað. Þetta er svoleiðis hugmyndir sem eru ekki sjálfbærar og ekki raunhæfar. En svo hefur þetta stríð líka haft skaðlega áhrif líka í Austur-Asíu, til dæmis eins og lönd eins og Japan og Suður-Kórea, tala ekki Ástralía, eru farin að efast samstarf við Bandaríkin vegna þess að það er ákveðna efasemdir vegna þess að Úkraínustríðið hefur farið mjög illa. Það átti að sigra Rússland á vígvellinum, það gera alls konar hluti og svo gengur allt á afturfótunum. Og til dæmis, að ég sjálfur að fara til Austur-Asíu, Ástralía er álíka fjölmennt land eins og Skandinavía, þetta er 27-8 milljónir manna og hún í návígi við Indónesíu sem að verða ofboðslega öflug, svona þegar Kína líka og þeir hafa fyrst treyst á Bretland og svo Bandaríkin.
og varðandi sína varnir og telja sig ekki geta varið sig, að margir telja að þau séu 27 milljónir, það er óbáslega stórt land og þetta hefur skadað sko Bandaríkin þannig að sko við erum búin í stríði Rússland sem að tapast. Við erum að tapa þessu stríði, NATO að tapa stríðinu Rússland og Bandaríkin að vera uppiskrafna með vopn og þetta hefur svo mikla afleiðingar ekki bara í Evrópu að lönd hefðbundin bandalagsríki Bandaríkin eins og Japan og Suður-Kórea, Tævan og Ástralíu fann að velta þessi, hvernig eigum við að hegða okkur í þessu? Því að svo geta Bandaríkin bara gengið frá okkur og eða jafnvel gert kröfu í okkar auðlindir til þess að fá endurgreitt sem við gerðu aðstoðað okkur. Þetta grefur undan hlutum, þess að hefði verið mikilvægt fyrir Vesturlönd og ekki síst fyrir Bandaríkin að ljúka þessu stríði þannig að allar þessar spurningar fari ekki að vakna það að kannski séu Bandaríkin ekki nógu traustur sko aðili til að vinna með í varnarmálum og öryggismálum. Þannig að þau séu tilbúin að ganga frá málum eins og sem í Úkraínu áður en að þessu lýkur og gera alls konar kröfur á landi sem að geta verið mjög erfiðar eins og fyrir Úkraínu þegar hún er búin að verða sem miklu tjóni. Hún þarf á sínum auðlindum að halda sjálf. Hún getur ekki afsalað sér þeim til einhvers annars ríkis og svo framvegis. Og svo núna með nýju forseta Bandaríkjanna eru kröfurnar frá Bandaríkjunum við viljum bara við viljum bara selja ykkur vopn og látum Evrópa borga fyrir það og núna Evrópa líka farin að tala það líka eins og Frakkland vilji ekki taka þátt í því að borga vopn frá Bandaríkjunum þannig að það komið ákveðin brestur í samstarfi Evrópu. Ég held að Ítalía sé líka í þeim hópi, það kannski Þýskaland sem tilbúið að gera þetta, að það komið svona brestur í samstarfi og í Evrópu og svo líka spurningin hvaða áhrif það hefur fyrir Bandaríkjunum allan heiminn trúverðugleika Bandaríkjanna ef þetta fer svona illa í Úkraínu. Já, þá má ég alveg að spyrja því þú varst að tala hótanir Trump að setja 100% tolla á þá sem að stunda viðskipti við Rússland og það getur verið Indland og Kína sem að myndi kannski bara draga utanríkisviðskipti með þessara landa og Bandaríkjanna myndi bara hverfa og þú orðar eitthvað þannig að þetta sé bara skaðinn sé svo mikill að það sé ólíklegt að Trump beiti þessu vopni. En má vera að nauðsyn þess að Úkraína hendi þolanlega út úr innrás Rússlands séu einfalda svo miklir út af meðalans þess sem þú átt að segja því það eru önnur lönd sem að horfa upp á það hvernig Bandaríkin stendur við bakið á þeim sem segjast alltaf standa við bakið á að hagsmuni Bandaríkjanna á því að enda þetta stríð á þann hátt sem að Úkraína og Evrópa getur sett sig við séu svo miklir að Trump muni beita þessu vopni sem að setja alþjóðaviðskiptin að kveiki í þeim alþjóðaviðskiptum. Það myndi bara hafa svo alvarlegar afleiðingar fyrir hagkerfið Bandaríkjanna. Það myndi líða svo mikið samdráttar og það myndi vera svo mikið högg fyrir Bandaríkinn. Og Bandaríkin hafa alveg reynt mjög mikið að halda góðu samskipti við Indland. Indland 1,5 milljarður manna og vaxandi hagkerfi. En þeir sem leggja þetta til, Hilmar, líta svo á að staðan í Úkraínu sé svo alvarleg að það sé ekki við hana unnað að Rússar séu hægt og bítandi að vinna þetta stríð. Það verði að stöðva það og komið í veg fyrir það með öllum tiltakur áðum, jafnvel þótt að við þurfum að taka á okkur efnahagslegt kjafsögg. Já, sko, ég bara held, sko, ég segi maður eftir 100% tollar á Indland og Kína að halda það að viðskipti milli Rússlands og Kína og Rússlands og Indlands minni stöðvast, ég sé það ekki fyrir mér. Þessi lönd eru líka komið með svo mikið utanríkisviðskipti annað og allur innflutningur sko vara inn í Bandaríkin í dag. Ég held að sé ég hef tölu frá prófessor í Bandaríkjunum að vera eitthvað 13% af öllum vöru innflutningi í heiminum færi til Bandaríkjana. Þannig að Bandaríkin hafa bara ekki þann slagkraft að þau geti þetta. Ef við tökum Ísland þá eru okkar utanríkisviðskipti innflutningur til Bandaríkjanna eitthvað 10%, eitthvað svoleiðis eða minna. Þannig að sko Bandaríkin hafa ekkert, sko þessi lönd eru í samstarfi við BRICS-landin og þau eru að auka sín viðskipti meira og meira á þeim svæðum. Þessi Austur-Asíu, lönd eins og Indónesía og Malasía og Tæland og Víetnam og Filippseyjar, þetta eru lönd sem eru
alltaf að stækka hagkerfinu og verða meira og meira og þetta eru alltaf útflutningsdrifin hagkerfi á meðan Bandaríkin voru lengst að frekar loka hagkerfi. Þannig að ég held bara að Bandaríkin hafi bara ekki það hlutfall af utanríkisviðskiptum í heiminum að setja beita þessu vopni og þvinga þessu löndir að gera eitthvað sem það vilja alls ekki gera. En það myndi skaða Bandaríkin meira heldur en þau lönd sem eru fyrir tollunum? Já, það myndi líka skaða Evrópu mjög mikið. Ég meina Evrópa og Bandaríkin hafa hagnast mjög mikið á hagstæðum viðskiptum við Kína. Gríðarlega mannafli og mikið og gríðarlega mikla sérhæfing og stærðarhagkvæmni og það sem við höfum verið að fá vörur frá Kína og Austur-Asíu á mjög hagstæðu verði. Það skiptir okkur miklu máli. Það hefur verið stór hluti okkar hagvexti að geta stundað viðskipti við þessu lönd sem eru með svona ofsalega mikla sérhæfingu og svona svakalega mikla stærðarhagkvæmni. Það myndi skaða okkur. Ég sé ekki, og þar að auki þá myndi þetta ekki breyta stöðun á vígvöllunum ef að það veri sett þannig aðgerðir að það myndi setja ykkur að skrúa á þessu lönd og það myndi skaða þau eitthvað, það myndi skaða Bandaríkin eða kannski meira, myndi það þýða það að Rússar myndu að hætta að sækja við fram á vígvöllunum í Úkraínu. Ég sé það ekki fyrir mér og þar auki þá held ég að sé ekki tvolega langt eftir þessu stríði í Úkraínu. Ég meina ég held að Úkraínu her sem hefur staðið sig afskaplega vel og auðvitað hefur Pútín þegar hann réðst inn í Úkraínu í febrúar 2022 vanmetið Úkraínu. En stríðið búið að standa yfir í 3,5 ár og þú varst nú að tala um það áður að viljan gæti að fara að bresta og það eru margir sem óttast það og þess vegna er krafan vopnahlé svona hávær allt í einu því að áður var þetta alltaf það, nei við ætlum ekki að fara í vopnahlé, við ætlum að sigra. Við fáum bara réttu vopnin frá Vesturlöndum og við ætlum að sigra. Núna er það horfið og nú ætlum við að fá vopnahlé þannig að við getum fengið safna á kröftum endurskipulagt herinn og tekið við vopnasendingum sem við eru á leiðinni til Úkraína á sama tíma. Þannig að ég bara sé ekki fyrir mér að Bandaríkin eru, ég meina, Bandaríkin eins og sumir í Bandaríkinu sem fastir í seinni heimsstyrjöldinni þegar Bandaríkin voru helmingurinn af hagkerfinu, núna er kannski 15% af heimshagkerfinu, það hafa bara ekki það slagkraft og utanríkisviðskiptin eru bara ekki það stór fyrir milli Bandaríkina, Kína er með miklu stærri útflutningsgeira og miklu meiri utanríkisviðskipti heldur en Bandaríkin, miklu stærri. Þannig og öll þessu Austur-Asíukerfi hagkerfi eru útflutningsdrifin og þau náttúrulega eru í miklum viðskiptum hvort við annað og þetta eru hagkerfin sem eru að vaxa mest í heiminum. Og ég meina þau geta beint viðskiptum hvort til annars í meira mæli og þess vegna var BRICS stofnað vegna þess að það er svona samráðsvettvangur, það er ekki varnarbandalag eða samband eins og Evrópusamband en þessi lönd eru hreinlega að beina viðskiptum og gera sjálfa, þau eru bara að dreifa áhættunni. En ég held að það er ofsalega erfitt fyrir Donald Trump að fara í aðgerðir sem myndu alveg stöðva hagvöxt í Bandaríkjunum og leiða til samdráttar út kjörtímabilið ef það myndi fara að stoppa viðskipti við Kína og Indland. Það er ekki fyrir mér. Hilmar Þór, takk fyrir að koma hérna við á Rauðaborðinu í gegnum Zoom að ræða Evrópu aðild Íslands, öryggismál Evrópu, Úkraínu og önnur heimsmál. Kærar þakkir. Takk að þið fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Hilmari Þór og öðrum gestur sem hafa hingað komið og Maríu Lilju og Sigurjóni Magnús fyrir að segja með mér fréttinnar og taka viðtölun og Bója Reynisni sem að tók upp og sendi út í kvöld. En mest þakka ég ykkur sem hafi verið að hlusta og horfa og sem hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Ég minni á eins og ég geri ofta að samstöðin hefur verið byggð upp af ykkur. Dreifikerfið hefur verið byggt upp af góðri afspurn þegar við sagt fólki frá efni sem við hafi séð hér eða heyrt og fólk finnur efnið okkar á Facebook undir nafni Samstöðurinnar, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, í öllum hlaðvarsveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM. Það er sendingar nást á sunnanvert Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörð upp á Litlu kaffistúu og Reykjanes þá. En þar fyrir utan má hlusta á útvarpssendingarnar á spilaranum. Spilari.is er á netinu og svo er Spilari líka app sem maður hlaðar niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem er í heiminu, það sem er net á annað borð. Við erum komin til þeirra í sjónvarpið hjá þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er við númer 5